Góðu gestir, velkomin á framleiðsluþing Samtaka iðnaðarins. Ég alin upp við það að fara á fætur á morgnana, ganga yfir í næsta hús, dvelja þar í nokkra tíma og ég leggst sæl á koddann minn á kvöldin, að þá hef ég verið þátttakandi í því að búa eitthvað til. Ég hef lagt af mörkum. Einn daginn horfi maður á 5.000 dósir af vanilju mjúkís, renna af færibandinu inn á frysti og næsta dag voru það kannski 20.000 grænir hlungar. Á hverjum degi í Kjörís framleiðum við frá cirka 5.000 upp í 40.000 lítra af ísblöndum. Magnið fer eftir árstíðinni og tíðafarinu. Í litla samfélaginu mínu Hveragerði búa 2.400 manns og hjá okkur í Kjörís starfa 60 manns og fer starfsmannafjöldin í 80 á sumrin. Kjörís langstærsti vinnustaðurinn í Hveragerði fyrir utan stofnanir. Kjörís snertir nánast hvert einasta heimili í litla bænum með einum eða öðrum hætti. Við finnum því áreiðanlega fyrir mikilvægi okkar fyrirtækis í okkar góða samfélagi. Framleiðsla eins og okkar á sér marga aðra snertifleti. Grunnhráefni okkar til dæmis undarennuduft og það fáum við frá mjólkursamsölunni sem eftir fær það frá það bil 15 meðalstórum kúabúum á Íslandi. Umbúðir fáum við meðal annars frá prentsmiðjunni Odda og Prentmeti, súkkulaði kaupum við af Nova Siriusi, ýmsa þjónustu kaupum við af íslensku fyrirtækjum og ég get nefnt eins og Frostverk, Ísmark og fleiri og vöruna seljum við síðan í samvinnu við íslenska verslun. Sú hugmynd föður míns að hefja ísframleiðslu í Hveragerði hefur átt þátt í því að skapa margvísleg önnur störf í nánast öllum greinum atvinnulífsins. Og þannig virka framleiðslufyrirtæki. Þau skapa störf og ekki bara hjá sjálfum sér. Framleiðsluiðnaður leikur lykilhlutverk í samfélagi nútímans. Framleiðsluvörur tengja fólk og fyrirtæki, byggja íbúðir og atvinnuhúsnæði, flytja vörur og fólk, fæða og klæða, skapa störf og tekjur svo eitthvað sé nefnt. Segja má að afurðir framleiðsluiðnaðar umlyki okkur öll hvort sem á heimili okkar eða á vinnustöðum. Fyrsta iðnbyltingin átti sér rætur í framleiðsluiðnaði undir lok 18. aldar. Frá þeim tíma hafa tækniframfarir í þessari grein gjörbreytt heiminum og umhverfi okkar þannig að nær enginn hluti af okkar daglega lífi ósnortinn af þeim framförum sem hefur orðið í þessari grein síðan. Nú þegar við stöndum í 4. iðnbyltingunni greinin að framleiða meiri hátæknivörur en nokkurn tímann hefur áður sést og lægra verði en áður þekkist. Það nægir að nefna dæmi farsímann sem í dag öflugri tölva en stærstu tölvur voru fyrir fáeinum áratugum og fæst á mun lægra verði. Tækniframfarir í greininni hafa byggt undir kaupmátt almennings og skapa svigrúm fyrir aukna velmegun. Þróunin hefur tengt lönd og heimshluta með hætti sem gerir það meðal annars að verkum að Ísland ekki lengur einangruð eyja í Atlantshafi heldur upplýst borgarsamfélag sem iðandi af alþjóðlegu mannlífi. Það því ekki að ástæðulausu sem við erum hér samankomin í dag til að leiða hugann að mikilvægi íslensk framleiðsluiðnaðar og því hvers virði sú framleiðsla fyrir það samfélag sem við nú búum í. Greinin máttarstólpi og forsenda nútíma samfélags. Afurðir hennar einn af stóru þáttunum sem greina samfélag dagsins í dag frá bandasamfélagi fortíðar. Nútíma samfélag þannig skýr vitnisburður tækniframfara í framleiðsluiðnaði. Eru við Íslendingar í því sambandi bæði að framleiða og njóta.
Við framleiðum á Íslandi yfirskrift þessa fyrsta framleiðsluþings Samtaka iðnaðarins og við getum sagt það með miklu stolti. Framleiðsluiðnaðurinn á sér langa sögu hér á landi, sögu sem stendur mér á margan hátt mjög nærri, enda ég alin upp innan þessara greinar. Greinin hefur gengið í gegnum miklar breytingar bæði í eðli og umfangi og samanstendur af fjölbreyttri flóru fyrirtækja sem skapar mikil verðmæti fyrir íslenskt efnahagslíf. Framleiðsluiðnaðurinn þarf gott stansumhverfi til þess að geta dafnað. Með hraðri framþróun greinarinnar og umhverfi hennar núna á tímum fjórðu iðnbyltingarinnar eru þessar þarfir að breytast. Við þurfum að vera vakandi fyrir þeim tækifærum og áskorunum sem í þessu breytingum felast og vera viðbúin því að aðlagast hratt til að tryggja samkeppnishæfni okkar á þessu sviði. Það von mín að umræða okkar hér í dag færi okkur áfram á þessari mikilvægu og spennandi vegferð. Þetta fyrsta framleiðsluþing SÍ hér með sett og ég vil biðja Gest Pétursson, forstjóra Elkem á Íslandi, að taka hér við fundarstjórn. Gjörðu svo vel, Gestur. Takk fyrir og velkomin á þessum góða degi. Og við erum í mjög spennandi dagskrá framundan og við ætlum ekki að sóa tíma. Þannig að fyrst í pontu vil ég bjóða ráðherra ferðamála, iðnaðar og nýsköpunar, Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð. Velkomin. Kæru fundargestir, það mér heiður að fá að ávarpa fyrsta framleiðsluþing Samtaka iðnaðarins. Það vel til fundi hjá samtökunum að efna til þessa þings því að málefnið mikilvægt og verðskuldar athygli og umfjöllun. Á Íslandi fer fram fjölbreytt og umfangsmikil framleiðsla sem skapar fjölda starfa og mikil verðmæti. Hún sannarlega einn af burðarásunum í hagkerfi okkar. Ég sjálf alin upp, nánast með iðnaðarsvæðinu á Grundartanga, þar sem pabbi minn hefur starfað frá árinu 1979. Nú hann með sitt eigið fyrirtæki sem þjónustar einmitt Elkem til dæmis. Á Akranesi eru svo þjónustu fyrirtæki og þeir sem þau fyrirtæki reka eiga fjölskyldur og maka sem að starfa annar staðar og fjölskyldurnar búa á Akranesi og svo framvegis og svo framvegis. Allt hangir þetta nefnilega saman. Heimurinn breytist hratt og við þurfum sífellt að vera vakandi fyrir nýjum tækifærum og áskorunum þeirra sem stunda framleiðslu á Íslandi. Það auðvelt að missa af lestinni ef áherslan ekki á réttum stað. Það sem við þurfum meðal annars að spyrja okkur þetta. Hvernig sköpum við framúrskarandi aðstæður fyrir framleiðendur og sterka samkeppnisstöðu? Hvað geta íslenski framleiðendur gert til að skapa vörum sínum sérstöðu innanlands og utan? Hvað getum við sem þjóð gert til að styðja við ímynd landsins og þar með ímynd þeirra vara sem að hér eru framleiddar? Með hvaða móti getum við byggt á okkar sérstöðu, sótt fram og hámarka virði okkar framleiðsluafurða til lengri tíma í harðri alþjóðlegri samkeppni? Hvert hlutverk ríkisins hvað þetta varðar og hvert hlutverk fyrirtækja og hagsmunasamtaka? Hvernig hafa nágrannaþjóðir okkar nálgast þessi mál og svo framvegis? Við höfum sterk spil á hendi, á því ekki nokkur vafi, en við þurfum að spila rétt úr þeim. Til marks sterka stöð okkar má til dæmis nefna að verðmæti vörumerkisins Ísland jókst hraðar en verðmæti nokkurs annars þjóðarvörumerkis á milli áranna 2016 og 2017, samkvæmt nýlegri skýrslu breska ráðgjafafyrirtækisins Brand Finance. Þetta fyrirtæki setur verðmið á lönd sem vörumerki sem á að endurspegla hversu mikið þyrfti að greiða í iðgjöld fyrir afnot af jafn sterku vörumerki. Þjóðarvörumerki Ísland nú $26 milljarðar virði að mati þessa fyrirtækis, en í fyrra hljóðaði verðmætið upp á $14 milljarðar. Verðmætið hækkaði því hvorki meira né minna en 83% á milli ára. Í þessu felast að sjálfsögðu mikil tækifæri fyrir alla sem selja Ísland og íslenska framleiðslu. Brand Finance rekur hina hröðu verðmætaaukningu vörumerkisins Íslands meðal annars til landkynningarinnar sem fólst í sjónvarpsþáttunum Game of Thrones. Sjálfsagt það nokkur einföldun, en við vitum þó að skapandi greinar
ekki síst kvikmyndir, bækur og tónlist, eiga stóran þátt í fjölgun ferðamanna og vitundavakningar landið okkar. Fjölmargt fleira má auðvitað nefna til sögunar, til að mynda breyttar áherslur við markaðssetningu íslenskra sjávarafurða, landbúnaðar ásamt útflutningi á íslensku hönnun og hugviti. Frá árinu 2010 hafa íslensk stjórnvöld í nánu samstarfi við Samtök atvinnulífsins starfrækt Íslandsstofu til að halda vörumerki Íslands á lofti, meðal annars með ívilnunum fyrir kvikmyndaiðnaðinn en einnig með aðkomu að menningarviðburðum, vörusýningum, almannatengslarstarfi, samstarfi við fjölmiðla, markaðsherferðum og fleiru. Allt hefur þetta sitt að segja. Nú liggur það fyrir að Ísland mun á næsta ári fá líklega mestu landkynningu sem við höfum nokkuð tíman fengið, þegar karlalandsliðið í fótbolta tekur þátt í heimsmeistaramótinu í Rússlandi. Það er gaman að segja frá því hér að Íslandsstofa kynnti í gær hugmyndir hvernig nálgast mætti þetta verkefni að nýta landkynningatækifæri sem best með víðtæku samstarfi hagsmunaaðila. Vilji okkar stendur til þess að fjármunir Íslandsstofu til landkynningar og markastarfs á næsta ári renni að verulegu leyti í verkefni tengd heimsmeistarakeppninni, enda er þar að ræða einstakt tækifæri og leita verður til atvinnulífsins þátttöku í fjármögnun þessa verkefnis á móti framlagi ríkisins. Og ég hvet þess vegna sjálfsögðu alla hlutaðeigandi til að skoða það með jákvæðum huga þegar þar að kemur, vegna þess að tækifæri eru þetta langt umfram fótbolta eða Ísland sem ferðamannaland, heldur kannski frekar fyrir allar þær vörur sem eru framleiddar á Íslandi og bara þá athygli sem að Ísland fær á þessum tíma, að við nýtum það sem best. Á fundi Íslandsstofu kom fram að erlendi markaðssérfræðingar telja að Ísland hafi með þátttöku okkar á EM í fyrra fengið pláss í erlendum fjölmiðlum yfir 3 mánaða tímabil sem meta má til fjár á það bil 20 milljarða króna. Heimsmeistarakeppnin er að sjálfsögðu ennþá stærra svið sem býður upp á ennþá stærri tækifæri. Og það er þannig að það vilja margir halda með íslenska karlalandsliðinu, svo ég leyfi mér að sletta því kann ekki íslenska orðið yfir underdog, að þá er það bara mikil stemming sem fylgir því að halda með Íslandi og það eru ótrúlega tækifæri sem að fylgja þessu. En þá kemur það nefnilega saman við þetta. Þegar kemur því að markaðssetja og byggja upp ímynd Íslands, held ég að tvennt skipti mestu. Í fyrsta lagi að byggja á þeim þáttum sem eru sannir og við eigum raunverulega innistæðu fyrir. Og í öðru lagi að tala markvisst og óhikað þá þætti. Það var til að mynda merkilegt að hitta sérfræðing í ferðamálum frá Kosta Ríka fyrr á þessu ári og hlusta á hann lýsa því að sum af nágrannalöndum Kosta Ríka hafa nákvæmlega sömu styrkleika hvað varðar líffræðilega fjölbreytni og óspjallaða náttúru. Sum þeirra standa jafnvel betur á vígi, en Kosta Ríka hefur tekist að stinga þessa ágætu nágranna sína algjörlega af hvað varðar markaðssetningu á þessum þáttum. Það er ekki nóg að hafa innistæðuna ef henni er ekki komið markvisst á framfæri svo eftir henni sé tekið. Sérstæða á ímynd Íslands hlýtur að mínu mati ávallt að verða miklu leyti samofin náttúrunni, sjálfbærni og endurnýjanlegri orku. Aðeins örfáar þjóðir geta státað af eins háu hlutfalli endurnýjanlegri orkugjafa og Ísland. Sú sérstæða mun það ábyggilega fara minnkandi eftir því sem aðrar þjóðir ná betri árangri og auka hlutfall endurnýjanlegri orku í sínum orkubúskap. Tækifæri til að nýta sér þessa sérstöðu er þess vegna núna. Það er mikilvægt í þessu sambandi að nýr stjórnarsáttmáli felur í sér enn metnaðarfyllri markmið í þessum efnum en við höfum áður séð til að mynda kolefnislaust Ísland eigi síðar en árið 2030. Aukin vitund á alþjóðavettvangi einstaka stöðu okkar hvað varðar endurnýjanlega orku á hæglega geta orðið lyftistöng fyrir vörur sem framleiddar eru á Íslandi, auki verðmæti þeirra og eftirspurn eftir þeim. Eins og ég nefndi stuttlega hér framan snýst ekki allt ímynd. Við þurfum líka að bjóða upp á fyrsta flokks skilyrði og starfsumhverfi fyrir framleiðendur. Bæði rótgróin fyrirtæki, nýja sprota og erlend fyrirtæki sem mögulega gætu vilja hasla sér völl hér á landi. Eins og þið líklega viti eru metnaðarfull áform í stjórnarsáttmálum að afnema þak á endurgreiðslum vegna rannsóknar og þróunarkostnaðar, hlúa að umhverfi sprotafyrirtækja og efla nýsköpun á sem breiðustum grunni. Við sjáum meðal annars fyrir okkur að nota hluta af arðinum af orkuauðlindinni í sérstakt átak í nýsköpun. Uppbygging innviða á borð við samgöngur, raforku og fjarskipti skiptir líka miklu máli fyrir atvinnulíf út all land. Þannig reynum við að hafa jarðveginn góðan, þannig að framleiðendur hafi sem best skilyrði til að vaxa og dafna og styðja á sama tíma við sterka ímynd landsins sem hámarkar eftirspurn eftir framleiðslunni og eykur verðmæti hennar. Við stöndum frammi fyrir spennandi tækifærum,
Þótt landslið muni kannski ekki leggja höfuðáherslu á sóknarleikinn þegar við mætum Argentínu næsta sumar, ég sannfærð að íslensk framleiðsla og vörumerki Ísland verður áfram í bullandi sókn. Takk. Takk fyrir þennan flotta tón sem þú hefur gefið okkur inn í daginn, Þórdís. Ég gleymdi að nefna hérna 2 praktísk atriði í byrjun. Í fyrsta lagi að þá erum við í beinu streymi á vísi.is, þannig að við skulum ekki vera á glöð og kát hérna í dag því að við getum verið sökuð það að það er eitthvað annað en vatn í glösunum hjá okkur. Nú, hvað varðar hitt praktíska atriði, þá það þannig að það er ekki pása, þannig að við keyrum dagskrána áfram. Og þar af leiðandi vil ég bjóða Sigurð Hannesson, framkvæmdastjóra Samtaka iðnaðarins, velkomin í pontu til þess að fræða okkur verðmæti íslenska framleiðslu. Já, komið þið sæl. Virkilega gaman að vera með ykkur hérna í dag. Íslensk framleiðsla verðmæt. Og við sjáum það að ef við skoðum aðeins fótspor íslenskrar framleiðslu að launagreiðslur nema 120 milljörðum króna á ári sem að skapar 17.000 störf. Rekstratekjur eru hátt í 600 milljarðar. Þetta eru 8% landsframleiðslunar. Gjaldeyristekjur eru fjórðungur af öllum gjaldeyristekjum landsins. Yfir 2000 fyrirtæki á Íslandi starfa við framleiðslu. Og opinber gjöld nema 23 milljörðum, þannig að framleiðslan borgar næstmest allra atvinnugreina í opinber gjöld. En framleiðsluiðnaðurinn, hann líka fjölbreyttur. Það eru 3 meginstoðir sem eru matvælaframleiðsla, tækniframleiðsla og framleiðsla málma. Þarna eru fyrirtæki sem starfa út all land, fyrirtæki sem starfa á innlendum markaði og erlendum mörkuðum, stór fyrirtæki og smá fyrirtæki. Við eigum að samþætta okkur og stækka iðnaðinn. Það staðreynd, samkvæmt úttekt Business Europe, að fyrir hver 10 störf í framleiðslu þá verða til 6 önnur störf í hagkerfinu. Ef við heimfærum þetta upp á Ísland, að þá skapar framleiðsla 28.000 störf á landinu. Sköpum fleiri störf, þau leggja grunn að sérhæfingu og hærri tekjum. Með réttu vali höfum við jákvæð áhrif. Ef við skoðum aðeins innflutning á iðnaðarvörum, að þá kemur í ljós að hann nemur 400 milljörðum króna á ári. Ef að 10% af þessum innflutningi væri framleiddur hér á landi, að þá yrði til 1600 störf, veltan yrði 40 milljörðum hærri og þetta myndi hafa jákvæð áhrif á greiðslujöfnuð upp á 1%. Og þetta hefur svo margföldunar áhrif í gegnum hagkerfið og eykur hagvöxt. Og við getum séð líka tölunar ef að innflutningurinn yrði minni 30%, að þá eru það hátt í 5.000 störf sem eru til, 120 milljarða virðisauki eða velta og 3% áhrif á greiðslujöfnuð. Svoleiðis að þetta skiptir mjög miklu máli. Sköpum verðmæti. Það staðreynd að jákvæð ímynd og gott orðspor framleiðslulands eykur virði á vörum. Ef við skoðum nokkuð dæmi hlutlausa vörur, að þá hafa þær eitthvað virði, en leið og við vitum það að vínið frá Frakklandi, úrið frá Sviss og bíllinn þýskur, að þá fólk tilbúið að borga meira fyrir þessar vörur vegna þess að orðspor þessara landa hefur jákvæð áhrif og styður við virðið. Staða Íslands í þessu samhengi nokkuð sterk eins og ráðherrann kom inn á hér áðan. Ísland í 15. sæti vörumerkjalanda en við eigum auðvitað að stefna hærra og gera betur. Menningaráhrif og gott orðspor skipta hér miklu máli og vandaðar vörur stuðla góðu orðspori þjóðar. Þannig að það ekki bara þannig að jákvæð ímynd landa auki virði, heldur það líka þannig að vandaðar vörur styðja við orðsporið. Þannig að þetta hangi saman. Það sem skiptir hér máli eru atriði eins og menning, saga og náttúra,
sem að vekja áhuga og skapa sérstöðu. Upplifun á landinu, upplifun á þjóðinni, hvort heldur sem í gegnum heimsóknir eða í gegnum sendiherra sem bera landinu gott vitni, auka eftirspurn. Ég var að velta þessu fyrir mér í morgun og þá sá ég það að í eldhúsinu ég með sendiherra frá nokkrum löndum. Það til dæmis 2 þýski sendiherrar sem eru uppþvottavélin og ísskápurinn. Bialetti kaffikannan sendiherra Ítalíu en pönnukökupannan íslensku sendiherra. Þannig að þetta eru dæmi hluti sem bera þessum löndum gott vitni og tengja við eitthvað sem að við svona eitthvað jákvætt. En hjá okkur þetta þannig að okkar sendiherrar ekki bara áþreifanlegir, heldur líka óáþreifanlegir og við sjáum til dæmis eins og Eyjafjallajökull og gosið þar. Það hafði jákvæð áhrif þegar upp á staðið á orðspor Íslands og ímynd. Karlalandsliðið í fótbolta þetta annað dæmi þetta. Og það hefur borið hróður þjóðarinnar víða heim og mun án efa gera það líka á nýju ári á heimsmeistaramótinu. Björk kannski frægasta dæmið þetta alþjóðlega, eða það sem hún hefur verið svona lengst á þessu sviði. Það áhugavert að hennar sérstaða sköpunargáfa. Og sköpunargáfa og hugvit einmitt eitthvað sem að gæti verið okkar sérstaða, enda það staðreynd að hugvit drifkraftur framfara á 21. öldinni, rétt eins og hagkvæm nýting náttúruauðlinda var drifkraftur framfara á 20. öldinni. Við framleiðum gæði og framleiðsla sem byggir á sérstöðu og gæðum, hún getur verið slíkur sendiherra, rétt eins og pönnukökupanna sem ég nefndi áðan, sem svona symbol fyrir svona ákveðna þætti í okkar menningu. Þetta ástæða þess að við skoruðum á forseta Íslands að vera með íslensk húsgögn á Bessastöðum vegna þess að þau geta svo sannarlega verið sendiherra Íslands bæði hér á landi sem á erlendis. Við viljum vera í fremstu röð og hér sjáum við hvar við stöndum meðal annarra þjóða. Við erum þarna uppi til hægri en við viljum fara hærra. Það sem skiptir hér máli auðvitað þættir eins og samkeppnishæfni, eins og menntun, nýsköpun, rekstrarumhverfi fyrirtækja, þættir eins og innviðir og lífsgæði almennt. En það sem skiptir ekki síður máli þessi einkenni landsins sem felast í eins og framleiðslu að hún sé vönduð og hún einkennist af gæðum og hafi einhver sérkenni. Þarna liggur mikið tækifæri fyrir okkur að gera betur og komast enn ofar vegna þess að það eykur virði á öllu sem við gerum og hefur áhrif á sjávarútveg, á ferðaþjónustuna og auðvitað á íslenskan iðnað. Þannig að vandaðar vörur að þær stuðla svo sannarlega að góðu orðspori þjóða og við eigum að rækta vörumerkið Ísland. Þannig að íslensk framleiðsla hún skapar heilmikil verðmæti, hún skapar mikil störf, mörg störf. Með réttu vali þá höfum við jákvæð áhrif. Við sköpum þannig störf og við sköpum verðmæti. Jákvæð ímynd og gott orðspor landa að það eykur virði á öllu sem frá landinu kemur. Það eykur eftirspurn, það laðar fleiri ferðamenn til landsins og það eykur virði og verðmæti á öllu sem við gerum, vörum og þjónustu. En það ekki bara þannig í þá áttina, heldur líka í hina áttina, að vandaðar vörur, að þær styðja svo sannarlega við gott orðspor landsins. Svoleiðis að framleiðsla sem að einkennist af íslenskum gæðum getur verið sendiherra Íslands og borið okkur gott vitni á erlendri grundu sem og hér á landi. Þannig að það tímabært að ólíkir hagsmunaaðilar komi saman og nýti þennan frjóa jarðveg til þess að rækta vörumerkið Ísland. Leitum innblásturs hjá Íslandi og nýtum það sem við höfum, sem Inspired by Iceland, í víðara samhengi. Ekki bara í ferðaþjónustu, heldur nýtum það líka í sjávarútvegi, varðandi iðnað og í öllu sem við gerum. Þannig að við eigum að framleiða íslensk gæði, við eigum að kaupa sjálf íslensk gæði. Við eigum að fjölga sendiherrum íslensk iðnaðar og rækta þannig vörumerkið Ísland. Þannig sköpum við meiri verðmæti. Næst tekur til máls sviðsstjóri framleiðslusviðs Samtaka iðnaðarins Bryndís Skúladóttir með Made in Iceland.
Ráðherra, ágætu fundagestir. Við erum búin að heyra hérna í morgun hvernig vörumerkið Ísland að öðlast auki virði út allan heim í alþjóðlegum könnunum. En hvað finnst Íslendingum sjálfum? Við hjá Samtökum iðnaðarins, við gerum könnun fyrr á þessu ári og spurðum hvað afstöðu fólk hafi til íslenskra framleiðsluvara og framleiðslufyrirtækja. Gallup framkvæmdi þessa könnun og það voru yfir 800 mann sem svöruðu og þetta var fólk á öllum aldri. Og fyrst spurðum við hvað það fyrsta sem þið dettur í hug þegar þú hugsar íslensk framleiðslufyrirtæki. Og það kom okkur þótti ánægjulegt að sjá að það eru jákvæð orð sem koma fyrst upp. Og þessu raðað upp hérna í þetta orðaský þannig að þau orð sem eru með stærsta letrinu, að það eru þau orð sem voru nefnd oftast og komu sjaldnar fram eftir því sem að orðin eru smærri. Og þarna eru stærst orðin jákvætt, íslenskt játakk, íslenskt gæði, fiskur og við sjáum líka orðin þarna dugnaður, smáþjóð, sprotafyrirtæki. Við sjáum líka orð sem við getum sagt að séu neikvæð, dýrt og því líkt, en dýrt getur líka tengst gæðum, þannig að það þarf ekki endilega að vera neikvætt. Það koma þarna nokkur neikvæð orð líka og svo sjáum við orð eins og sem að tengjast ákveðnum fyrirtækjum, marel og óra, skyr og fiskur og orðið hreinleiki kemur líka upp tiltölulega sterkt. Við spurðum líka hvað það fyrsta sem þetta dettur í hug þegar við hugsaum íslenska framleiðslu vörur. Það voru fyrirtæki áðan, þarna spyrjum við framleiðslu vörur. Og það það sama, það koma nokkuð jákvæð orð upp sem svona það fyrsta sem fólk dettur í hug og flestir nefna. Það eru góðar vörur, gæði, jákvætt, hreinleiki, talsvert af orðum sem tengjast fiskvinnslu og landbúnaði. Þarna sjáum við aftur dýrt og okur. En dýrt, það eins og ég segi, það þarf ekki að vera neikvætt ef að neytandinn fær gæði og fær fyrir peningin þar sem hann finnst hann vera að borga fyrir. Og við vitum að framleiðsluiðnaður hér á landi, hann keppir ekki í ódýru vinnuafli og ódýri framleiðslu. Þannig að það eru frekar gæði, hreinleiki og þvílík gildi sem að við viljum að vörurnar séu þekktar fyrir og að fólk sé að kaupa vörurnar út af þeim eiginleikum. Frekar en að þær séu alltaf ódýrasti kosturinn. Við spurðum viðhorf til íslenskra framleiðslu vara og þá spyrjum við bara á heildina litið, ertu jákvæður eða neikvæður gagnvart íslenskum framleiðslu vörum? Og yfir 80% segjast vera jákvæð. Það sem við sjáum þegar við rýnum gögnin að eldri aldurshópar eru jákvæðari en þeir yngri og fólk á landsbyggðinni jákvæðara en fólki á höfuðborgarsvæðinu. Og það ágætt fyrir okkur að vita þetta, þá vitum við aðeins hverja við viljum tala við þegar við viljum fræða fólk íslenskar vörur og íslenska framleiðslu. Og á sama hátt þegar við spyrjum afstöðu, ertu að heildina litið jákvæður eða neikvæður gagnvart íslensku framleiðslu fyrirtækjum, eru í kringum tæplega 80% segjast vera jákvæð og margir sem tiltölulega margir sem hafi sjálfur sér enga skoðun á því. En það sama dreifing, að það eru þeir sem eru eldri sem eru jákvæðari og þeir sem eru á landsbyggðinni. En við vildum líka vita hvers vegna fólk velur íslenska vörur. Þannig að við settum upp spurningu þar sem að við spurðum hvort að valið væri vegna uppruna, gæða, frumleika eða samfélagslegra ábyrgðar. Og þegar við segjum frumleika þá erum við að vísa til nýsköpunar og vöruþróunar. Og hér sjáum við efsta línan, þar sem að svörunin jákvæðust, það eru þeir sem að segjast velja íslenskar vörur vegna gæða. Og síðan er það vegna uppruna og vegna gæða. Að það það sem að kemur sterkast fram.
súlan í miðjunni. Við spurðum líka hvort að fólk myndi vilja vinna hjá íslensku framleiðslufyrirtæki. Og margir eru mjög jákvæðir gagnvart því, einhverjir segja bara, ég bara veit það ekki. En ástæðan fyrir því að við spyrjum að þessu að það vitum við, erfitt að ná í gott vinnuafl og hæft vinnuafl og það það sem skiptir fyrirtæki miklu máli, að ná góðu fólki. Og íslensk framleiðslufyrirtæki að þau eru í mikilli samkeppni við aðrar atvinnugreinar gott fólk. Og því vorum við nokkuð ánægð með þessa niðurstöðu að mjög margir segjast vera tilbúnir að sjá sinn feril í þessum greinum. Neðri 2 súlurnar, þar sem að fólk færri segja já og rauninni flestir bara segja hvorki né, segja bara ekki, vita ekki alveg hvað þeir eiga að segja. Að þar spyrjum við annars vegar samfélagslega ábyrgð og það sem kemur þarna neðst varðandi frumleika vöru, íslenska vöru frumlegar. Og þetta eitthvað sem við tökum líka til okkar, að við þurfum kannski að segja meira frá þessum þáttum varðandi íslenska vörur. En eru íslenska vörur frumlegar og eru fyrirtækin að stunda nýsköpun og þróun til þess að viðhalda því að vera með góðar og nýjungar í sínum vörum. Og við könnuðum það, skoðuðum það aðeins og það sem við sjáum þegar við skoðum gögn frá Hagstofu að framleiðsluiðnaðurinn, það má segja að hann sé drifinn áfram að nýsköpun og hann verður að vera það. En það er helmingur fyrirtækjana í þessum geira sem stundaði nýsköpun á tímabilinu 2014 til 2016 sem við erum að skoða hér. Og við viljum gjarnan sjá það hlutfall hækka. Við vitum að lönd sem eru leiðandi í framleiðslu, þau huga mjög sterkt að þessum þætti. Þetta eitt af því sem skiptir fyrirtæki í framleiðslu iðnaði mestu máli og þau sem standa fremst í framleiðslu, þau eru mjög sterk á þessu sviði. Og þetta lykillinn á framförum í iðnaðinum. Hér á landi framlag til nýsköpunar og vöruþróunar, það ekki hátt á miðað við önnur lönd og ríki mætti leggja meira hér í og setja meiri hvata fyrir atvinnulífið. Og það því mjög ánægjulegt að sjá áhersluna á þennan málaflokk í stjórnarsáttmálanum. Við spurðum sjálf, þetta var ekki Gallup-könnun, en við ákváðum að spyrja fyrirtækin okkar hverju það skilar að vera að stunda vöruþróun og nýsköpun. Hvaða virði þetta fyrir fyrirtækin og hvaða máli skiptir það að stunda nýsköpun. Og svörin sem við fáum eru eins og það að það auki framleiðslumagn og það auki virði varana, það auki traust og ánægju viðskiptavina. Þetta hefur líka áhrif inn í fyrirtækin og inn í hvernig fyrirtæki vinnur og hjálpar þeim að auka framleiðnina, bæti samkeppnishæfni, þetta einfaldar verkferla og það koma frá nýjar vörur, nýjar aðferðir til að gera hlutina sem að styrkja samkeppnisstöðu fyrirtækjana og þetta getur líka verið hráefnissparnaður og annað sem snýr að umhverfisþáttum og að gera framleiðsluna og vörurnar umhverfisvænni. Nú varðandi framtíðina þá sjáum við líka að skilin á milli framleiðslu og þjónustu og þau að minnka. Og þetta alþjóðleg þróun sem verið að tala í mörgum löndum. Bakari og kaffiframleiðandi ekki lengur bara bakari og kaffiframleiðandi, þeir reka kaffihús líka. Og vélaframleiðandi leggur sífellt meiri áherslu á þjónustu við tækin sem hann selur eftir að þau eru komin í notkun. Þannig að þjónustu þátturinn tengist vörunni og verður stærri hluti af starfseminni og skiptir miklu máli þegar varan seld, hvaða þjónusta fylgir með. Og þarna eru tækifæri fyrir íslensk fyrirtæki í hröðum heimi. Stuttur afhendingatími, stuttar boðleiðir, aðstæður til að bregðast hratt við breytingum. Þetta eru gæði sem eru verðmæt. Við þekkjum fjölmörg dæmi það hjá samtökum iðnaðarins að þegar leitað til íslenskra framleiðanda að bjarga málum af því það tekur langan tíma að fá sendingar erlendis frá en íslenski aðilinn getur brugðist hratt við og redda hlutunum. Og auðvitað líka í fyrirtæki sem að flytja út sem eru með þetta innbyggt inn í fyrirtækið
að vinna hratt og bregðast hratt við að þetta getur líka hjálpað þegar fyrirtæki eru að flytja út að geta veitt hraða og skjóta þjónustu. Ég sagði ykkur áðan frá því hvað kom fram í Gallup-könnuninni sem við gerðum, en hvað segir fólki á götunni? Við fórum í síðustu viku og spurðum fólk á förnum vegi hvað því finnist íslensk framleiðslufyrirtæki og framleiðsluvörur. Lambakjöt. Gæði. Lambakjöt og eitthvað svoleiðis. Mér dettur nú bara í hug lambakjötið. og svo bara allur útivistarfatnaðurinn. Gæði. Mjólkurvörur. Eitthvað svona lífrænt, ég veit ekki af hverju. Snyrtivörur. Ullarvörur. Örugglega grænmeti. 66 gráður norður, til dæmis. Og líka kannski kjöt. Rafa í Hafnarfirði á sínum tíma sem voru eldavélar sem endust í 40 ár. Til þessu mikil menning og stemming. Gæði til dæmis. Bara ferskleiki, nýtt. Ég sé ekki að betur heldur en útlendar. Beint frá bíli. Bara MS og SS og svoleiðis. Bara aðalega íslenskt kjöt og mjólkurvörur og svona. Lambakjöt og svona beint frá bíli, svona sultur og einhvern veginn. Frekar svona nær náttúrunni kannski en annað sem maður fær. Frekar svona hreint. Nói Sirius, þetta bara fyrst ég. Össur. Ég hugsa bara mest með eitthvað sem hollustu eða. Að hugsa svona náttúruna og svona grænvara. Bara stranga kröfur. Örgulega skýrið. Já, frekar. Já, reyni það svona yfirleitt. Já, ég get. Já, ég geri það. Tvímælalaust. Sérstaklega grænmetið og náttúrulega kjötið og fiskinn og allt það. Og ostana líka. Já, frekar svona. Oft reyni ég það, já. Af því ég held að mörgu leyti þá sé það bara betri. Ef það stendur til boða þá ger ég það, en ég pæli kannski ekkert mikið í því. Ég er bara stöðulega einhverju íslensku, það er betra fyrir okkur. Ég myndi segja að það er 50-50 bara. Já, ég er bara alveg mismunandi sko, bara hvað er. Það kemur landinu vel að ég kaupi íslenskt. Það náttúrulega veit ég hvaðan þetta kemur. Ég kaupi oftast erlendisvörur, mér finnst það ódýrari og oftast bara tískan er meira í erlendisvörum heldur en íslenskum. Já, ég reyni. Ekkert frekar, nei. Já, eins og í grænmeti. Ég vil ekki kaupa erlend grænmeti. Ef það er ekki til íslenskt þá kaupi ég það ekki. Bara þú veist, maður kaupir alltaf íslenska mjólk, skilurðu, íslensk smjör. En ég er ekkert að setja það fyrir mig þó að vörurnar séu erlendar, sko. Yfirleitt, já, en ekki alltaf. Bara styðja við heimalandið og síðan er þetta bara, það er farið miklu betur með það ef maður finnur það á bragðinu. Já, ég geri það. Já, ég geri það. Já, alltaf. Nei. Nei, ég bara tek það sem ódýrast. Að reyna að vera svolítið umhverfisvæn. Styrkja frekar þetta íslenska. Bara til að styðja íslenska framleiðslu. Kærar þakkir fyrir þetta, Bryndís. Nú mun Guðmundur Oddur Magnússon, sem við þekkjum mun betur sem Gott og er jafnframt prófessor við Listaháskóla Íslands, svara þeirri áleitnu spurningu: hvað er íslenskt? Já, komið sæl. Fyrir 40 árum þá kom ég frá Akureyri til að nema við myndlist- og handíðaskóla Íslands. Og mjög fljótlega hittum við líka útlenskan kennara sem segir ekkert tíma við okkur: er þetta íslenskt? Og umræðuefnið var þess eðlis að hvað er maðurinn að meina, er þetta íslenskt? Við höfum verið að hlusta á Bubba Mortens og utangarðsmenn þegar þeir komið fram í fyrsta skipti og við vorum eitthvað svo uppnumdir að hann segir hvað var þetta, var þetta eitthvað íslenskt?
við byttum aðeins við 1000 toskar og færibandi, byttum aðeins við hvað í fjandanum meina maðurinn. En svo þegar það rennur svo einhverju samtali og rennur upp fyrir okkur að það sem honum þótti íslenskt var eiginlega allt það sem okkur þótti hallærislegt og eiginlega það sem maður skammaði sín pínlítið fyrir og vildi helst ekki að útlendingar sæju. Og málið það að þetta svo skrítið með okkur, við fórum að skoða þetta að við vorum á þessum tíma, þetta reyndar fór ég svo að vinna með honum, þessum einum bekkjarfélaga mínum, Birgi Andréssyni heitnum myndlistarmanni sem vann mikið með hvað var íslenskt, sýndi á Feneyjabíenalnum íslenska fánan í sauðalitunum og nota svona íslenska liti, hvað sem það nú íslenski litir Hugsið ykkur það, mosagrænn, já, og býtum aðeins við, svo erum við að horfa á sjónvarpið á þessum tíma þegar þetta er sama tíma, þetta kom hérna umfjöllunum fólk sem hafði reist hús í útjaðri Reykjavíkur og þetta var í sjónvarpinu líka og þetta var eftir þessum leiðilegu kvöldu því við horfum aldrei á sjónvarp nema okkur var hundleitist og einhver hestaþáttur af því að þetta fólk hafði sambyggt hesthús, þetta er glæsilegt hús og allt svoleið hesthús og gæti riðið beint úr stofinni út í náttúruna og svo viðtal við hjónin og húsbóndinn hann lemur svona, það var svona í andirunum, var svona stigagangur upp og hann lemur svona fast í einhvern hnúð á stigahandriði og segir svo þetta, við erum ánægðist með það, þetta skulle allt sem hafi verið íslenskt. Og spyrillinn segir, já hvað áttu við með íslenskt? Já þetta er íslenskt birki, gert af íslenskum handverksmönnum og svo er þetta náttúrulega allt saman gert af íslenskum iðnaðarmönnum, teiknað af íslenskri arkitektastofu hérna niður í bæ, reyndar eftir okkar eigin hugmyndahúsi sem við sáum í Suður-Þýskalandi. Skiljiði. Og þetta er nú oft þannig að flot á hugmyndum er þess eðlis að ef við fyrir að skoða þetta betur, að hérna er kartöflugarður í Þykkvabænum, nei, í Stokkseyjarhreppi segi ég og það er komið svona eftirlíking af gorðunum, frönsku gorðum í Varsölum. Og þetta er svolítið íslenskt að það er hvernig hugmyndir fara á flot og við gerum þetta einhvern veginn okkar hátt. Hérna er gotnesku gluggi sem fannst í eftir skipastrand, einhver fjörum á Suðurlandi, kominn á hjall í Mýrdal 59. Nú hérna er verið að skrifa, svo eru menn að fara að taka eftir og það er mikið íslenska hönnun skrifað aldamótið 2000. Bæði er allt í einu komin í svona hönnunarlitteratúr og við harla ánað og hérna er verið að skrifa formþjóðina Ísland í sænsku hönnunarblaði. Ópalpakkan sem margir telja sé eitthvað bara það sem íslensk hönnun rís hæst í umbúðahönnun. Og margir tala sem íslenska klassík. Ópalpakki, hún er svo mikið klassík að Nói Sirius gerði tilraun til þess að endurbranda pakkan fyrir einhverjum árum, mann ekki hvernig hann gerði þetta, 5-6 árum og það gekk í nokkra mánuði. Þjóðin heimtaði gömlu pakkan aftur eins og menn vilja grænar baunir í gulum dósum þó að séu grágrænar þá viljum við bara, þetta passar ekkert með hangikjöti nema óra baunir í gulu dósinni en býðum aðeins við, stöldrum aðeins við út af garðinum á Stokkseyjarhreppi og gotnesku hurðinni, ópalpakkin, klassíkinn, lítur svona út, en Herir var með sápur, oxidól, og þetta er eiginlega nákvæmlega það sama. Ég hitti Atla Má sem teiknaði þetta upphaflega og áður en hann dó, Atla Má Árnason, sonur Árna Óla sem lengi var ritstjóri, eða fyrsti ritstjóri lesbókar Morgunblaðsins. Og hann bara viðurkenndi þetta ekki, hann hefði hort á þennan sápupakka, en það er nú oft með hönnuði að þeir bara, maður sér eitthvað, svo steingleymir maður, svo gerir maður eitthvað eftir 3 mánuði eða hálft ár og er svona að vinna hugmyndavinnu og poppar upp eitthvað Hérna er skólastjóri myndlist og handíðaskólans Hörður Ágústsson að gera nákvæmlega eins forsíðu eins og skólastjóri Bauhausskólans 1930, 30 árum seinna. Eiginlega þannig og ef að hugmyndirnar fljóta og við höfum ekki alveg efni á þeim eins og með hurðina, gotnesku hurðina að módernismin kemur svona utan á Bárujárnshúsið í Hafnarfirði einhver tíma
að þetta var aðeins flottara sko, ekki ósvipað og hérna bustin á Burstabæjunum því að sko tréfrontur á Burstabæjunum kom ekki fyrir eftir að dönsku einakona kaupmenninni fóru að búa til pakkhús og menn tóku framhliðina og bygguðu til tréframhlið vegna það var aðeins flottara tískufyrirbæri sko. Nú rúfmerkið sem Gísli B. Björnsson hannaði og þræti fyrir að hafa nokkur tíma séð þetta þó þetta sé í bókasafni Myndlista- og handíðaskólans gamla og Listaháskólans núna, þetta eiginlega nánast dregið upp sko. Nei, sko skiljið þið sko, íslenska handverkið notar þetta sem svona leiðbenningatákn og þetta er 8-blaða rósin sem er eitthvað algengasta form í íslensku handverki og við erum svo ánægð með 8-blaða rósin, þetta er svo fallegt, skiljið þið sko. Og hérna, svo hún náttúrulega er á 5.000 króna seðlinum og hérna er úr sjónabókinni biskupsdótturinn að sína saumakonu sínum að búa til teppi, altaristeppi. Það er ramm íslenskt, römmessutaug, rekka dregur föðutúna til. Arion banki tekur þetta upp þegar við tókum saman svona bækurnar og letum nemendur teikna upp öll munstrin og gera þetta aðgengilegt fyrir hönnuð að vinna úr í samtímanum. En svo allt í einu poppar þetta upp í Dubai Airport. Og kemur í ljós að þetta er náttúrulega í öllum menningarsvæðum heimsins er þessi frum arkitýpurnar finnast. 8-blaða rósin er bókstaflega út allt og við höldum þetta sjálfið spes íslenskt sko. Nú, svo kemur sko svona svolítið sérkenn á Íslendingum sko að hérna að ég sem Akureyringur svolítið kvumsa því sé þetta Akureyri heima bara Coca-Cola í gleri og þetta vitum við er náttúrulega ramm íslenskt þetta gera engin nema Íslendingar og það er þetta sem er á við sko að sko þegar íslenska sálin kemur fram þá stundum skammast maður sín svona pínlítið skiljiði sko en hvað er það? Veldu hamingju segja þeir og nota svo merki Akureyrar en býðum aðeins við merki Akureyrar það er eiginlega bara pólski hérna. Þetta er náttúrulega upphaflega, þetta bara, skiljiði, þetta er allt svona þegar upp er staðið, þegar við förum að afbyggja og rekja ræturnar, þá er þetta með ólíkindi hvernig þetta er. Meira að segja skjaldarmerki þegar við erum að leggja drög að skjaldarmerkinu og fyrstu drögin kom á þjóðhátíðarskjali Bensa Gröndals 1874, svo er endurteiknanda og Ríkharður Jónsson gerir þetta fyrir fullveldishátíðina 1918 og svo er þetta fullteiknað 1944 og þetta er skissa sem ég fann úr fórum Tryggva Magnússon sem teiknaði lýðveldishátíðarmerkið og ég fyrir að taka eftir þarna þessu með nautið í horninu og stjörnu, heyrðu þetta eru stjörnumerki, Vassberi nautsmerkið og þetta er dregið upp á Bensa, þá er þetta dregið upp úr breskum stjörnukortum yfir á þjóðhátíðarskjal Bensa, yfir á hérna prentuútgáfuna og svo sem Ríkharður gerir og Tryggvi gerir. Hugsið ykkur hvernig ræturnar liggja ferðalög hugmyndu þó þetta sé okkar heitustu, alveg eins og ég er búinn að tala svo oft fjallkonuna sem allir halda sér ramm íslensk, er ekki íslensk fyrir 5 aura, eins og menn er bara að koma að stað sko, og ruggla þessu saman og kemur upp sko, þetta er ekki eftir listamann, þetta er þjóðhátíðarnefndin í Hveragerði. Og þeir sko, þeir eru konum með hálfa hafmeyju og 4 fermingadrengir með sluffurnar, með kynfærin í vatni, berandi svo lík yfir sundlaugabarminn, skátar standa heiðursvörð, enginn horfir í myndavélina, takk eftir því, ekkert einasti. Þetta er svolítið skrítið, en hvað um það? Íslandi er stundum að hverfa í Disneyland þegar maður skoðar á þjóðhátíðardaginn 17. júní, hvernig búðaskreitingar og gluggaskreitingar niður Laugaveginn er að hverfa hún í Disneyland. Skiljiði, sko, er þetta hægt að hafa þetta fyrir börnunum? Gengur þetta, sko? Svo þetta er furðulegt, sko. Þetta er líka Akureyringar, ég er nú sérstaklega skemmt að mér oft fyrir Akureyringum, sko. Þetta Pepsi logo á þakið á venjulegu húsi og það Pepsi handklæðið þarna. Þetta er vist út af Akureyri veðmáli. Akureyringar svolítið sérkennilegir, sko. Þeir gera þarna fyrsta jólahúsið þarna þar sem menn höfðu svona jólavöru til sölu í allt árið. Og hérna höfðu sölu árið og hérna sá sem gerði þetta er rétt fyrir innan Akureyri, sko. Og hann var ekki viss hvort þetta myndi ganga. Þannig að hann flytur inn pólskt bjálkahús og skreytir það með konfektmólum og þú hefur svona jólavöru, sko. Og svo hérna gekk þetta og þá gerir hann grunninn 2 árum setna. Skiljiði? Og þetta er svolítið lýsandi fyrir okkur því það er eiginlega bara eitt form af management til á Íslandi sem við köllum crisis management. Það gengur svona fyrir sig. Elsku vinur, ég er í vandræðum, getur nokkuð reddað mér núna og vitið þið hvað? Allt frænd og ættarsamfélagið vaknar upp og það vinnur stórkostlega. Vegna þess að það er ekkert nýtt þessi vinnubrögð. Þetta var svona í sveitinni þegar kom 1 þurrkdagur yfir allt sumarið. Þetta var svona þegar kom hellingur að síld allt í einu
og það þurfti bara allir að grípa hjálpa til, og þetta sama á við túrismann, þetta verður eins og hverjum síldarævintýri, sko. En eins og ykkur sagði við mig, það er ekki hægt, einn kennari sagði við okkur, ekki fara til útlanda að læra, þið munu skemmast, þessi hæfileiki að vera svona. Svo drakk hann aðeins mér og sagði, nei, veistu það, þetta er svo sterkt að það er ekki hægt að skemma þetta. Þið munu bera þetta með ykkur hvert sem þið farið þó að sé ykkur öfina. Takk fyrir mig. Þá kemur stóra spurningin sem Brynhildur þarf að svara í kjölfar erindi Gotts, og það er það, veljum við íslenskt. Takk kærlega fyrir að bjóða Neytendasamtökunum að taka þátt hér í dag. Spurningin sem við byrjum á að setja á glæruna var að vilja neytendur íslenskt, og ég komst nú fljótlega því að ég geti sjálfsög ekki svarað því og fór svona meira að leika mig með spurninguna af hverju velja neytendur íslenskt. Og ég hef alveg fyrir því að skoða alls konar rannsóknir og ritgerðir og reyna að finna svör við þessu. Vissi ekki á sama tíma að Bryndís Skúladóttir búin að lúrði hún sem sagt á niðurstöðum rannsóknar. Þannig að þetta eru svolítið svona bara mínar pælingar, og þegar við veltum fyrir okkur af hverju þegar neytendur sem velja íslenskt, af hverju gera það, þá svona sem mér fannst líka beinast við, það er einhvers konar svona þjóðerniskennd, eða það er að segja við viljum vita hver uppruni vörunar er, við teljum kannski að íslensk framleiðsla sé einhver leyti trygging fyrir ábyrgum framleiðsluháttum. Það er hugsanlega bara líka aðgengi að íslensku vörum er þokkalega gott. Það er kannski einhver umhverfisvinkill sem við erum að spá í, hreinleiki. Verð, stundum er íslenska vörur ódýrari, og ekki síst gæði. Já, hérna byrjar þetta. Síðan er mjög aðkallandi spurning líka, sem er hvað er íslenskt? Og Samtök iðnaðarins hafa nú komið að þeirri vinnu sem fór fram meðal annars í þinginu að reyna að skilgreina hvaða vörur mega bera fánamerkið. Reglugerðin var síðan samþykkt í júní 2017. Ég hef ekki séð þessar merkingar þá vörum, en ég held að þetta sé gríðarlega mikið tækifæri. Þetta endaði í rauninni í tiltölulega einfaldri reglugerð, og ég held sem er mikilvægt að þetta merki verði þannig að neytendur geti treyst því. Við höfum dæmi það að það verið sett á markað merki sem að hafa síðan í rauninni reynst kannski bara, það var ekki eftirlit með því og kannski óljóst fyrir hvaða stendur, en ég held að það sé mikil tækifæri í þessu fánamerki. En það er mikilvægt að það muni njóta trúverðuleika og ekki síður líka út á við þessum tækifæri markaðssetningu. Ég held líka jafnvel kannski ef að verður af þessum innflutningi á fersku kjöti og eggjum sem er svona kannski fyrir suma umdeilt, að þá muni framleiðendur nota sér þetta. Já, þetta er svona kannski hálfleiðileg glæra, en þetta er sem sagt, þetta er svona eina rannsókn sem ég fann. Við vitum það að fólk að Íslendingar eru uppteknir af upprunamerkingum. Ég finn það bara í mínu starfi, og það er staðfesting á því í þessari rannsókn. Við erum í samstarfi með Samtökum iðnaðarins, Bændasamtökunum, Samtökum verslunar og þjónustu, örugglega einhverjum fleiri, hvað varðar þessar upprunamerkingar, hversu mikilvæga þær eru, og þá nú eitthvað að fara að blása lífi í þetta samstarf. En ég sem held að það sé gott, en Íslendingar vilja vita, eða íslenskir neytendur vilja vita hvaðan varan kemur. Það er ekkert óeðlilegt, og það er bara krafa neytenda að vita hvaðan vörurnar koma. Þeim meiri upplýsingar sem neytendur hafa, þeim betri verður markaðurinn. Þetta dæmi finnst mér bara mjög góða markaðssetningu hjá grænmetisbændum. Þegar að aðstæður breyttust og tollverndin var lögð af, þá gripu þeir tækifærið, bjuggu til þarna fánamerkið og einokuðu það. Ég var stundum að spyrja aðra vini mína í Bændasamtökunum af hverju við varum ekki að nota íslenska fánamerkið á aðrar vörur. En kannski skiljanlega þá fannst garðyrkjubændum að þetta væri það mikilvægt vörumerki að þeir treysta því ekki einu sinni að selja paprikurnar í lausu. Ég hef nú ósjaldan
hringt eitthvað aðeins í Kristínu Lindu hjá sölufélaginu og skammast yfir því að okkur geti ekki bara keypt þarna 2 gular paprikur, okkur er alltaf að kaupa þarna græna kvikindi með sem mér finnst ekki eins og gott. Og þá hafa menn áhyggjur af því að hollensku paprikurnar verði bara kannski seldar sem íslenskar. Hérna á salatinu þá sjáum þið vistvæna merki, það er ein af þeim merkingum sem við höfum svona horn í síðu því að hún í rauninni stendur ekki fyrir neitt. Dæmi íslenska framleiðslu sem ég finnst hafa einhvern veginn vera bara algjör snilld og tekist vel upp, það er bjórframleiðsla. Og það er rauninni alveg sama hvaða vöruflokka maður tekur, það eru margir vöruflokkar þar sem að íslenski framleiðendur hafa staðið sig alveg gríðarlega vel, við gæti nefnt líka til dæmis bara kaffi, en það er eitthvað við bjórinn og það að flytja inn bygg og nýta íslenska vatnið og raforku og flytja jafnvel inn bruggmeistara til þess að kenna okkur tæknina. Þarna er Rebekka vinkona mín sem er að byggja sér hús yfir í Vaðlaheiði. Hún kann vel að meta íslenska bjór og ég held upp í merkjum Norðurlands með því að ég á kaldan sem sagt. Og ég man þegar maður fór að heyra fréttir af því að það ætti að setja á fót bruggverksmiðju í Eyjafirði. Man fannst þetta alveg með ólíkindum. Ef ég hefði unnið í Víkingalottó og væri að leita að einhverjum tækifærum til að fjárfesta, þá hefði ég örugglega aldrei tekið þátt í þessu verkefni. Ég hefði örugglega bara verið mjög frumlega og keypt fasteign í miðbæ Reykjavíkur. En sem betur fer, þá voru einhver tilbúnir í það og lánastofnanir líka til að lána í svona verkefni sem kannski ekki endilega borðliggjandi við fyrstu sýn. Og maður frétti af tékkneska bruggmeistaranum sem var komin í Eyjafjörðinn og fannst þetta bara mjög spennandi. Og síðan verður vöruþróunin þannig að nú eru til bjórböð á Árskógsströnd og ég hef ekki ennþá farið í þau en mér finnst þetta alveg með ólíkindum og bara mér skilst samkvæmt ÁTVR þá sé 70% af þeim bjór sem er seldur þar sé íslenskur. Og við erum í rauninni bæði með svona, ódýrari, meira svona kannski fjöldaframleiddur bjór alveg yfir í óendanlega margar tegundir og það er páskabjór og þorrabjór og jólabjór og sumarbjór og ég veit ekki hvað. Og sækir nú að mér þorsti hér þar sem ég ræði þessi mál. Ástæðan fyrir því að Íslendingar velja, held ég, íslenskan bjór er að hann er góður. Og fyrir mér þá er gæðin það sem ég myndi fyrst og fremst leggja áherslu á. Og ég held að hljóti fara að koma að því að við neytendur förum að neyta aðeins minna en við leyfum okkur að borga aðeins meira. Því við getum ekki haldið endalaust áfram að neyta eins og við gerum. Síðan það svona smá þá bara pælingar í lokin. Ég var aðeins heyrt að íslensk fyrirtæki séu kannski ekki alveg. Það getur verið duglegri því að sækja sér svansmerkingu en ég veit að auðvitað er það kostnaður sem fylgir því og neytendur verða þá að vera tilbúnir að greiða fyrir það. Við vorum til dæmis hjá Neytendasamtökunum þurftum að gera tilboð í ræstingar og það kom bara ekkert annað til greina en að velja svansmert og það var aðeins dýrar og það bara skúrum við aðeins sjaldnar. Og auðvitað prentum við Neytendablaðið og höfum alltaf gert með svansvottari prentsmiðju. Fánamerkið held ég að verði, ég hef ekki ennþá séð það á vörum, ég bíð spennt eftir því en ég held að það sé mikil tækifæri í því fyrir íslenska framleiðslu. Ég veit ekki hvort þetta er eitthvað eldfimt að tala um krónuna en ég svona velti fyrir mig hvernig það er að vera á þessum markaði, bæði kannski útflutningi eins að flytja inn hráefni og þurfa að díla við gengisbreytingar og hærra vaxtastig en gengur gerist annars staðar hvaða áhrif það hefur á samkeppnisstöðuna. En ég ætla ekki að fara kannski til þetta nánar hér, en mér finnst svona kannski furðulítil umræða þetta, kannski erum við bara búin að sætta okkur við að við búum bara við þessa mynd. Og síðan er það gæði og það er nú bara tilviljun að það er boli þarna, bjórinn á semst að vera fyrir gæði, ég var svona dúllast við að setja inn þessar myndir þarna. Það er ekki þannig að býði mig kassa að bóla þegar ég kem norður annað kvöld, ekki svo ég viti. En ég bara þakka fyrir að fá að vera með ykkur hérna í dag. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta. Ég veit hvað ég ætla að fá mér í kvöld þegar ég kem heim. Jón Björnsson, forstjóri Festi, ætla þá að taka vinkilinn hvað varðar erum við að veita íslensku vörum nægt hillupláss og aðgengið þar af leiðandi að neytendum. Takk fyrir.
Takk, komið sæl. Ég ætla að færa ykkur aðeins inn í íslenska verslun, taka ykkur í svona smá shoppingtúr og fara svona bæði í hlutlæga og huglæga hluti sem er að gerast á markaðnum. Nú svarið við er nægt hillupláss fyrir íslenska verslun er auðvitað já. Í dag er aðeins að ef við horfum á í dag og við förum inn í íslenska verslun með 10.000 kall, þá er þetta svona nokkurn veginn það sem að meðal Íslendingurinn myndi eyða honum í. Og það sem kemur kannski flestum á óvart þegar ég hef nú sagt þessa sögu lengi, er að þarna er rúmlega 2/3 hlutar íslensk vara. Og nú er ég þannig að ég rugla nú oft saman bara íslenskri landbúnaðarvöru og íslenskri iðnframleiðslu. Mér finnst ekkert minna, mér finnst mikið varið í það þegar verðmætasköpunin er ennþá meiri sem ég tel vera í íslenskum landbúnaðarvörum. Og nú er það oftast þannig að íslensk landbúnaðarvara, hún endar einhvers staðar í pökkun eða kryddun eða skurði eða einhvers konar markaðssetningu sem að einnig er íslensk. En 2/3 af því sem er í hillunum er íslenskt. Og það sem er kannski sérstakt og fólk pælir ekki mikið í er að rúmlega 50 og svona hjá okkur 57% að hlutfallinu er svokölluð ferskvara. Og þá á ég við kjöt, fisk, tilbúna rétti, ávexti, grænmeti, mjólkurvara sem er þá líka skyr og egg og ís og þess aftar brauð og kökur. Og það sem eftir er þá er þessi hreinlætisvara og síðan þurrvara og drykkir. Og eðlilega er stór hluti af þessari ferskvöru íslensk vara og tækifærin fyrir íslenska vöru ennþá meiri. Vegna þess að þarna skiptir máli nálægð og hraði á markanum. Þannig að svona er karfan okkur nokkurn veginn og það sem hefur verið að gerast þarna er að ferskvaran hefur verið að auka við sig á síðastliðnum svona 10-20 árum ef maður horfir yfir það tímabil. Og sérstaklega er kannski ánægilegt að sjá að ávextir eða flokknum ávextir og grænmeti að þar er rúmlega 30% af veltu okkar í þeim flokki er íslensk vara. Nú er náttúrulega afskaplega lítið af íslenskum ávöxtum en grænmetið sem er svona rúmlega helmingurinn af flokknum, það getur þá reiknað út að meiri hluti af íslensku grænmeti sem við seljum að minnsta kosti er íslensk framleiðsluvara. Nú, ef við förum úr þessu og svona í það hvað neytendur að biðja og það er kannski það sem við kaupmennir horfum á hverjum degi er að hvernig getum við komið til móts við breyttar áherslur hjá neytendum og breyttar þarfir. Og þarna hefur verið, ég myndi segja, bylting á síðastlunum svona 5-8 árum. Neytendur eru ekki bara á Íslandi, heldur bara allan heim, þeir eru meira upplýstir, þeir fylgjast meira með og það er meira aðgengi af upplýsingum sem að einfaldlega er bara hluti af þessari byltingu sem eru orðið í miðlum. Nú, þarna kannski verðt að svona tæpa á 5 þáttum. Það er fyrsta lagi þetta sem við kannski komum aðeins inn á áðan að fólk vil minna af óhollustu en það vill að óhollustan sem það fær sér, hún sé af betri gæðum heldur hún verið hefur. Þannig að ef þú ert að gera vel við þig, hvort sem þú ert að fá þér súkkulaðimólan sem að Finnur fyrrverandi forstjóri minn sagði nú að væri nú gott að fá sér 1 á dag eða bjóriðinn þá vilt hann sé góður. Nú, við erum að horfa á mikla aukningu í svona, við getum kallað það substitute mat. Þá erum við að horfa á breytingu í hegðun frá kjöti og yfir í svona meira grænmetisfæði. Síðan kannski stærsta byltingin sem er á sér stað, það er þæginda þátturinn, þar sem að fólk vil fá að aðgengi að sem næst tilbúnum mat, sem næst matatímanum sínum. Og þarna eru gríðarlega mikið að tækifærum fyrir íslenska iðnframleiðendur og ég spái því að eftir svona 10-15 ár þá verður þetta næstu því komið í það að eldhúsið verða einhverju leyti inn í matvöruverslunum. Ég held að tengingin verði bæði frá framleiðslufyrirtækjunum og frá eldhúsunum og þau muni sameinast inn í matvöruverslunum framtíðar. Það muni kannski líta aðeins öðruvísi út. Nú síðan er lífræna byltingin sem að
Við höfum ekki á Íslandi náð að taka nægilega mikið þátt í því miður og það fyrst og fremst framboðið sem að veldur því. Og þarna held ég að því ég hef alltaf sagt að á Íslandi verður alltaf erfitt að keppa í verði. Lega landsins, smæð okkar, mun alltaf vera til þess að það verður þungt. En við getum hins vegar alveg keppt í gæðum. Og því ættum við að reyna að skapa meiri verðmæti í gegnum það að skapa gæði og minna að fókusir á lágt verð og fjöldaframleitt. Nú, og síðan kannski síðasti punkturinn sem farin að skipta máli og þið sjáu það nú kannski ekki þarna á sætunum ykkar en á þessum pökkuðu tómötum þarna þá stendur að þeir séu búin að ferðast 6.386 mílur. Og þarna segi ég, íslenska tómataframleiðendur, segið nú frá því að ykkar íslensku tómatar eru líklega búin að ferðast svona kannski mestalagi 60 mílur með þessa tómata. Og þarna eru tækifæri til þess að höfða til neytenda og klæða vörunar bara lífi og líka tilfinningum. Vegna þess að neytendur munu alltaf kaupa líka eftir tilfinningunni. Nú, ég ætla að rétt að rúlla hérna á 1 mínútu á glæru í svona fjóra þætti sem að kannski gleðja einhverja og stuða einhverja. Ég held við það fyrsta að við höfum séð reyndar mikla breytingu frá því að íslenski framleiðendur að horfa meira til neytenda heldur en til samkeppnisaðila. Við sáum þá oft á tíðum að íslenski framleiðendur horfðu meira út hliðarúðuna heldur en út framrúðuna. Og við höfum séð mjög skemmtilegar vörur koma markað á síðastliðnum árum og ég set nokkar að hérna blá í þetta sem ég kalla það sem að minni samkeppni og svo hef ég sett svona viljandi þarna nokkrar hjá háköllunum sem að eru næstu því sama varan með sama heitinu, jafnvel í sömu pakningunni og á nákvæmlega sama verðinu. Engin aðgreining. Nú, aðeins að hvar sóknartækifærin eru, við hjá Krónunni að þetta litla fallega snotra hús sem þarna vinstra megin á myndinni, að það okkar stefna og grundvöllur okkar að koma vörunum eins ódýrt eins og mögulegt til neytenda. En við höfum valið okkur það að fókusera mikið á hraða, ferskleika og virði. Og þarna sjáum við líka tækifæri fyrir íslenska framleiðendur að koma nær okkur og vegna þess að þetta það sem að neytendur eru mikið að biðja í dag. Og kemur aftur að þessu að fjárhagslegi stuðningurinn við þessa hugmynd það að rúmlega 2/3 hluta þessi við neytum með ferskvara. Þar höfum við verið að búa til vörur og oftast höfum við endað hjá smærri íslenskum framleiðendum. Og ef ég rúlla svona þessa mynd þá það allt frá því að kaupa tómata hjá lífræna tómata frá Sólheimum, byggja upp aftur að bjórnum. Þessi reyndar áfengislaus en hann alveg jafn góður og maður má jafnvel fá sér 3 og keyra. Þannig erum við held ég núna á 3. jólunum okkar í jólakalda sem orðinn okkar mest seldi jólabjór. Síðan höfum við farið í smákökuteig með litlu fyrirtæki út á Granda. Tilbúinn mat nýjasta afurðin okkar í samvinnu við Kjötkompani í Hafnarfirði þar sem að fólk getur keypt sér mat sem eldaður með nýstárlegri aðferð. Það sem að fyrir svona 1990 til 3.000 krónur fyrir 2-3 einstaklinga. Vegan súpur frá Happ, lúxuslaufabrauð og pilsur frá Kjötpól, þar sem fókusin var að horfa á fyrst og fremst gæði. Ekkert af þessum vörum selt á lægsta verðpunkti. Það eru allar selda á því að þarna sé gott innihald sem að verðskuldi þannig verðpunkt sem það er. Og ég mátti til með að benda ykkur á vöru þarna sem heitir Gestus kartöflusalat. Þetta fyrsta varan sem við höfum framleitt í samvinnu við danskt fyrirtæki sem að fer fyrir vörumerkinu Gestus og við höfum þá fengið leyfi til þess að framleiða ferskurna þeirra á Íslandi, hanna umbúðirnar á Íslandi, þannig að allt sem kemur að þessu nema eignin á vörumerkinu íslensk. Nú, í lokin,
Eitt punktur sem við þurfum að vera betri að og Goddur kom aðeins inn á, það og ég geri þetta í þetta verður krísistjórnum, þess að tími minn búinn, ég ætla samt að stela mínútu í þetta. Kemur inn á hvað ég slæmur í áætlunargerð. En þetta það sem við feilum yfirleitt á í samvinnu íslenskra verslunar og líka í framleiðslu. Þetta þekki ég ágætlega, ég hef unni hjá 3 framleiðslufyrirtækjum, ásamt ég að vinna hjá verslunarfyrirtækjum, að við virðumst aldrei kíkja á dagatalið okkar og plana og segja herðu. En ég get sagt ykkur það alveg 100% að aðfangadagur verður á mánudegi, þannig að við munum þurfa afgreiðslur á sunnudeginum. Þannig að sunnudagur í desember 23. þá verðum við öll að vinna. Og þannig þurfum við svolítið að horfa á þetta. Ef við eins og við vitum það núna, þá getum við gert plön og áætlanir og þurfum ekki að pæla í því 22. eða 21. Þannig að þakka ykkur fyrir. Takk fyrir þetta. Now next in line is Jens Holst Nielsen, a specialist from Dansk Industry, and he's going to share some experiences and learnings on their journey in creating Made in Denmark. Welcome. Thank you. A very good morning to all of you. Thank you to SI for having me here today. It's my first time in this very spectacular and iconic building. I'm very impressed. And yesterday evening I learned that the facade lighting is actually designed by the Danish Olafur Eliasson. No, I know I'm just kidding, I know he's from Iceland. Yeah, I've been working for the Danish sister to SI for nearly 20 years. And the last 10 years I've been working with international promotion of our member companies' products. When I first received the invitation, I was a bit hesitant. First of all, I've not been studying the topic that I was asked to talk about on an academic level. And secondly, I just finished watching the very scary TV show called Trapped. So I didn't really know if I was safe up here. But then I thought a bit about it and I realized maybe I have a bit of a hands-on experience to share with you. And also I realized that the really bad guys in Trapped, they were from Denmark and the Faroe Islands. So I thought, whatever, I'll give it a shot. The title of my presentation is Made in Denmark. I'll not spend much time on that because we don't really use Made in Denmark that much anymore. A lot of the value adding takes place abroad. And there are some restrictions for when we are allowed to use that. So it's not seen that much anymore. I will instead talk about how Danish companies can benefit from being Danish and about what we can do to promote our products abroad on the export markets. Yes, first of all, I'll start by congratulating you with the very successful state visit you had to Denmark back in January this year. I think it was, from Icelandic side, it was Island Stofa who was responsible for the organizing. Also, I will talk about what it takes to export from a high-cost nation like Denmark and Iceland. I'll elaborate a bit over if it's possible at all to do nation branding. Then I'll talk a bit about the narrative of Denmark and business to consumer branding versus business to business and business to government branding. And then I'll share a few experiences from some public-private partnerships that we have established in Denmark to promote a few sectors. And then finally, I'll come across how we build platforms abroad and my personal view on Iceland. Yes, when you had the state visit in Denmark, you had a business delegation consisting of, as far as I remember, 17 Icelandic companies. I had the pleasure of coordinating from Danish side, and we arranged a very successful, together with Iceland Stofa, a very successful business forum. And we really learned how innovative you are, and also we learned how fast you succeeded to recover from the financial crisis. You were hit really bad compared to many other nations, but you have really recovered well.
We had Marel in the delegation, and also various companies from the fish industry. Also, I remember one company who has succeeded to transform waste products from the fish industry, the skin from the cuts, into dermatology products, I think plasters. So you really convinced us that you are pretty innovative. This slide, I promise you, this will be my only slide with facts and figures. But I think it's an important one because the reason why I've chosen it to share it with you is to underline that it doesn't make sense to talk about international branding if you do not have any relevant products to offer. Both Denmark and Iceland are high-cost countries, so we can never compete on the price on the world market. We need to have inbuilt qualities in our products, qualities that can justify a higher price compared to similar products on the markets that we are approaching. So this show, the blue one, shows the share of upmarket products from various EU countries. And the definition of upmarket product is products where you can charge a price that are at least 15% higher than comparable products at the market. So you have, it can be done by branding or by including specific functionalities in the product. You have to be able to justify the higher price by creating more value. So it's a good way of measuring your ability to compete on the world market, the share of upmarket products. Once you have convinced, or you feel convinced that you have a relevant product or relevant products for the world market, it seems obvious to start building a nation brand that all sectors, whenever it's fish products or it's design items, can benefit from. But is it possible? How many of you think it's possible to build a nation brand that can cover all sectors? Yeah, I think it's at least 10-15% of you. I will say yes and no, and into a certain extent it is possible. We tried back in 2005 to build a brand called Creative Nation. It was launched at the stock exchange in New York with, you can see the Crown Prince and our Minister for Economy on the picture. And it really failed. It was a big failure because, first of all, we thought we could convince Americans that Denmark is a really creative nation, that you should invest in Denmark and you should buy all the products that you are able to buy. But Americans do not really know anything about Denmark, and they do not know anything at all about our royals, so it didn't impress them at all. So I think you have to be very honest, and you have to really think about your core values that differs from other nations. All nations can call themselves creative. And also I think it's a bit arrogant. We are creative, and we are visiting you, and you are not creative. Yeah, so it was skipped after a short time and a massive public investment. Norway have done a bit better with the Powered by Nature brand. It is true into a certain extent, and I think it's very appropriate for the tourist sector. It's good for attracting tourists, but to be honest, Norway's economy is powered by oil, not by nature. And should you use this brand for a processing industry, for example, the food industry, it's not really relevant. The largest food item that are exported from Norway is salmon, and the reputation of that farmed salmon is everything but powered by nature. So we have to be really careful when we talk about nation branding. But no matter how good you are in nation branding, you can never build your reputation as a nation on that. There are things that are out of our hands, for example, the way the politicians behave, and that can harm our markets badly. On
upper left side, you see our Prime Minister with Dalai Lama. They meet from time to time, but every time it creates a massive diplomatic crisis with China. China tends to forget very quick, fortunately. The same is not the case for India. We had the guy that you see in the upper right corner. He was a young guy back in the 90s, and he thought he would do something for some rebels in India, and he dropped 4 tons of weapons. India found out that he was responsible for it, and they asked the Danish government to deliver him to India to go to court. Denmark denied to deliver him to India as they couldn't guarantee for his safety at jail. And since then, we have not really been able to visit, to pay official visits to India, and that has harmed our export badly. So today, our export to that giant country is nearly nothing. It's starting to get a bit better, but still, we are lagging behind compared to other EU nations. Then we had I don't know if you remember that cartoon Crisis back in 2005. It was, that really harmed our reputation in the Middle East, and it caused massive demonstrations in the streets, and they were burning the Danish flag, and our exports dropped dramatically. That was at the same time where we tried to launch that Creative Nation brand. It is creative, yeah, right, but it's also pretty disrespectful. And lately we had that new immigration law that was introduced last year. The cartoon shows our Prime Minister with a swastika, because we have decided to take the values of the immigrants when they arrive to Denmark. And stories like that just contribute to the reputation of Denmark. And it's a bit out of our hands. So when you think about your nation brands, you also have to think about stories like that can come up, and it shouldn't return as a boomerang. So let's take the positive side of it and look into how companies can build brand value on good stories of a nation. But you have to distinguish between the business to consumer market and the business to business and business to government market. If you are a manufacturer of consumer goods, you can, to a certain extent, rely on the good images of Denmark. You can choose one of them and then build your brand from there. The narrative of Denmark being a little fairy tale nation. Our good design, you see Arne Jacobsen on the picture. And lately we have also seen companies building from the sport world. You see the world champion in badminton, Victor Axelsen, and they're pretty happy for badminton in the Southeast Asia. So many companies use him in their branding. It's pretty different if you are in the business to business or business to government market, because we are talking about massive investments. And when you go abroad trying to promote wind energy, water technologies, expensive architecture, equipment for hospitals, they need to see a proof of concept. And if you don't use or invest in those things in Denmark, it's impossible to convince your export markets that they should do it. We need the proof of concept, and also when we're talking business to government or highly regulated sectors or sectors where the market depends on a specific regulatory framework, you need to have the framework yourself. We use this picture from the harbor bath in Copenhagen a lot in countries where they just lead the water directly into the sea without cleaning it at all. And they are pretty stunned to see that.
And also, when you're talking renewable energy, we also have to do an effort to convince the authorities on the market that we are approaching that they should do the same. For example, it's impossible to sell meters, smart meters, in countries where you don't really pay for accordingly to your consumption. So we do a lot of that. And also when we're talking food safety, you can't charge a higher price. We talked about upmarket products before. You can't charge a higher price for safe products if you don't have a food safety regulation. Here's a few examples from companies using the good narratives, the business to consumer products at the left-hand side. Both design and food. I don't know about that Danish pork luncheon. I've never tried it for lunch, but it's popular. Yes. The conclusion from my previous slide is that business to consumer companies, they are able to make their own branding built on the right storytelling from Denmark. It's different from for the business to business and business to government sales. Here you really have to be precise and to identify your strongholds and develop a few very strong key messages. For decades, we have really, in Denmark, we have been avoiding talking about picking the winners. All sectors are strong in Denmark, that's what we said. But when we hosted the UN climate conference, the COP15, back in 2009, we were more or less forced to do it because everyone saw it as a very good showcase, very good opportunity to showcase what we have built in Denmark of competences within the field of clean energy. Everyone wanted to do that. So we talked to the government and we agreed on joining forces and established State of Green, which is now a public-private partnership established to brand Denmark's clean tech companies internationally. Then a few years later, the healthcare sector saw how successful State of Green was in branding and how successful they are in attracting key persons from abroad, journalists, bloggers, decision makers, to go and see what we have installed of clean tech solutions in Denmark. Visit the knowledge institutions, visit the installations. Then we established Healthcare Denmark, also in a public-private partnership, and this year we have established Food Nation. So that's more or less my point. Nation branding is possible, but it's very hard to build an umbrella that can cover all sectors. It's much better to sort of be honest and identify your strongholds and dig into them and create the good stories. This is an example from State of Green. This is a very, very good and strong message saying that green growth is possible. It is possible to achieve economic growth without compromising the environment. It shows that we have had economic growth on 70% during the last decades, while the energy consumption has been stable, and the CO2 emission has declined at the same time. That's a good way of, I would say, to brand that sector. And companies like Vestas, the big wind turbine manufacturer, and a lot of other companies benefit from that. But it's not enough to have a good brand. You also have to be visible on the markets. And at least 2 or 3 times a year, our royals go abroad with big business delegations, 50, 60 companies. And that makes it possible for the companies to enter the market at a much higher level than what would be possible for themselves if they approach the markets individually. Also, we arrange a lot of joint pavilions for the Danish companies abroad.
and we receive government support for that. They normally pay half of the costs. Yes. Please allow me now to, this is absolutely my personal view. There's no scientific evidence that Iceland is seen like this from Denmark, but it's what came to my mind when I thought about Iceland. I would say that you already have a pretty strong brand. And as mentioned before, in your further work, you really have to think about your strongholds and how to communicate them, and also how they are seen from the markets that you have decided to approach. So please take the following slide as my personal perception and not as something universal. Still, Danes are really impressed how fast you have recovered from the financial crisis. You are even back at a higher level than before the crisis if you measure BNP per capita. Then in our perception, you have all the clean energy. You have a very good, it's obvious for investors with very energy-intensive industries to invest in Iceland. We see that you have been able to attract a few data centers as well. We think of the beautiful, clean nature, the fishing industry. You have the whole value chain within the fish industry, and now you have even entered the healthcare industry from fish as a raw material. And then, of course, Per Magnusson came to my mind. It's more my personal interest, but I think it's impressive how he has been able to win the world's strongest man 3 or 4 times. And also, that's also a symbol of your Viking power and your stamina and your will to fight when the going gets tough. How you have succeeded to defend your fast food market and not allowing McDonald's to enter. And Thomas Burger Joint is really a symbol of that in Denmark. So with this last slide, I will wish you best of luck in your development and your discussions about this important topic. And thank you so much for listening. Thank you for that. Áður en ég kynni pallborð til leiks, þá ætlum við að sýna ykkur annað myndband. Við tókum viðtöl við nokkra lykilstjórnendur í framleiðslufyrirtækjum sem að þið þekkið flest og við ætlum að horfa á það myndband og svo munum við taka pallborðið strax í kjölfarið. Við höfum metnað til þess að reka framleiðslufyrirtæki á Íslandi og við búum á þessu landi og við viljum reka framleiðslufyrirtæki hér bara vegna þess að það er okkar áskorun í lífinu að takast á við það umhverfi sem við búum í. Og eina af þessum spurningum sem við erum að spyrja okkur þessa dagana er ástæða til þess að byggja upp hér eða er hagkvæmara út af ýmsum þáttum að gera það erlendis? Við byrjuðum náttúrulega með þetta fyrirtæki í Danmörku og fluttum svo með það til Ítalíu. En við erum Íslendingar og eins og staðan er þá viljum við búa hér. Það er klárir kostir fyrir okkur hérna akkurat núna. Það er náttúrulega hluti af vörumerkinu að við erum frá Íslandi og erum á Íslandi. Tækifærin í framleiðslu eru náttúrulega þau að geta brugðist í markaðinn og gert það hratt. Íslenski markaðurinn er mjög kvikkur og hann er nýjungagjall, þannig að aðlögunarhæfni okkar þarf að vera gríðarleg. Við eigum að þekkja þarfir viðskiptavinanna betur, við eigum að geta verið með meiri viðbragðsflýti og verið með betri þjónustu heldur en erlendar staðkvæmdavörur. Íslandi er orðið stórt vörumerki og það er sem að hjálpar alltaf til þegar maður nær að nýta sér það. Helstu tækifæri sem að ég sé hérna er jákvæð ímynd Íslands og þessi mikla kynning og athygli sem að Ísland vekur.
Ég held allavega eins og fyrir okkar leiti og okkar fyrirtæki þá er rosalega mikill kostur að vera í svona litlu samfélagi. Það gerir það auðveldara, svo boðleiðirnar eru styttri, gerir það auðveldara fyrir okkur að fara bara og prófa og tékka, tala við næsta mann og sjá hvort að hugmyndin okkar make sense eða hvort að ef okkur vantar eitthvað þá er auðveldara að redda því. Ísland er gott land til að búa til súkkulaði. Það er kalt á Íslandi. Það er mikill kostur og svo erum við náttúrulega með hreina orku. Þannig að við sjáum fyrir okkur að framleiða súkkulaði alltaf hér á Íslandi. Við erum náttúrulega hvergi vaxið eins hratt og eins og við gerðum eftir að fluttum heim, sko. Og við höfum alveg viðmiðið miðað við 2 önnur lönd sem við höfum búið í að hér ganga hlutinu bara mikið hraðar heldur en þeir ganga annar staðar. Helstu styrkleikar þess að framleiða í Íslandi versus að flytja vöruninn er að í mörgum tilfellum erum við að flytja inn minna rúmmál þannig að við höfum lægra kolefnisfótspor á okkar framleiðslu. Rúmmál hráefnanna er miklu minna en rúmmál endanlegra vöru. Við notum 2 hráefni þetta hjá Omnum, íslensk hráefni og það er íslenska mjólkin sem hafa fengið rosalega góða dóma. Við unnum mörg verðlaun okkar mjólkursúkkulaði erlendis og svo notum við saltið frá Saltverk og svo erum við að vinna okkur núna að gera tilraunir með bygg sem verður mjög spennandi. Þannig að við ætlum að reyna að nota eins mikið íslenskum hráefni eins og við getum. Svona almennt helstu áskorunir íslenska framleiðenda. Ég tel það nú vera örugglega gengið, óstöðugt gengi. Það er mikil áskorun það viðskiptaumhverfi sem við búum við núna, þar sem að kostnaður í framleiðslufyrirtækjum hefur hækkað mjög mikið á undanförnum árum. Gengið er sterkt, þannig að í rauninni leggst saman þessi kostnaðarauki sem við þurfum að takast á við og sterkt gengi ef við erum að keppa við það sem að kemur til dæmis frá Evrulöndunum, ég tala nú ekki um Bretlandi. Og þá hafa menn raun og veru bara 2 möguleika í stöðunni, það er að reyna að aðlagast eða að breyta eitthvað til, annars dagaður upp á degja. Já, starfsmannamarkaðurinn er annað. Það er náttúrulega, hafa allir lært í sama skólanum, þetta er frekar einsleitur, einsleit menntun. Við ráðum húsgagnasmiði og þeir koma allir frá sama stað. Hugmyndirnar og starfsaðferðir á Íslandi eru kannski svolítið svona einsleitar. Svo er þetta líka að við erum nýsköpunarfyrirtæki, erum að koma út úr 10 ára vöruþróunarferli og erum að stíga okkar fyrstu skref út á alþjóðlegan markað. Og það kostar fjármuni og þegar maður ber saman hvaða stöðu fyrirtæki eins og okkar er í hér heima, hvað varðar styrkjakerfi, skattívilnanir og fyrirgreiðslu hins opinbera, þá er það talsveit mikill munur á því hér miðað við það sem að víða gerist annars staðar. Það sem hefur verið erfiðast hjá okkur frá upphafi er hvað við höfum kannski vaxið hratt og þar af leiðandi þarf mikið fjármagn til þess að hjálpa til við það. Þannig að það hefur verið svona erfiðast. Þá er þetta svolítið svona eins og sagan um litlu gulu hænuna. Það vildi engin rækta kornið og engin undirbúa baksturinn, það vildi allir borða kökuna þegar það var tilbúið. Það var á pallborðið og það verður með nokkuð bara svona með frjálsri aðferð en fókusinn í því verður helstu tækifæri og áskoranir íslenskra framleiðenda. Og í pallborði eru Þórdís Kolbrún Reykfjörð, iðnaðarráðherra, Nótt Þórberg, framkvæmdastjóri Marel á Íslandi, Finnur Geirsson, forstjóri Nova Sirius, Eyjólfur Eyjólfsson, forstjóri Axis og Aðalheiður Héðinsdóttir, eigandi Kaffitás. Vil biðja ykkur velkomin á svið. Nei, ég skal branda. Já, takk fyrir komuna og við erum búin að heyra hér mjög áhugaverð erindi og svona eitt af því fyrsta sem að mér kemur í hug er það að horfa hér á ráðherrann okkar, hana Þórdísi, eftir að hafa heyrt raun og veru öll þessi skilaboð og upplýsingar áskoranir og lærdóm frá öðrum þjóðum. Að þá kannski langar mig að opna þetta til þín, Þórdís, á því að óska þér til hamingju með 80% stuðning samkvæmt
eins og segi, samkvæmt fréttablaðinu í morgun og sem þýðir væntanlega það að það gríðarlegur stuðningur við þann stjórnarsáttmála sem það hafi kynnt. Og þar af leiðandi kannski hlýtur maður að svona spyrja þeirra spurningar, hvers megum við vænta frá þér sem ráðherra okkar málaflokks á næstu 6 til 12 mánuðum sem að mun gera það verkum að okkar samkeppnishæfni mun breytast til hins betra? Ég held ég myndi nú fyrst segja að vonandi mun ég þá sitja næstu 6 til 12 mánuði og við kjósum ekki aftur og stjórnmálin bara virki og það svona komist einhver svona aðeins ró yfir það allt saman sko af því að við höfum bara verið heppin. Þetta hefur ekki haft meira áhrif heldur raun bara vitni í raun sko en stjórnmál þurfa að virka því það hefur bein og óbein áhrif á samkeppnishæfni Íslands ef að svo ekki. Það verður einhvern veginn umtalað að þetta bara gangi ekki hér og þetta alltaf einhvern veginn að alltaf vera að kjósa. Þannig að það nú svona fyrsta kannski og svo get ég lofað HM í fótbolta að ég held að það muni hafa verulega áhrif og svona tækifæri fyrir samkeppnishæfni Íslands, bara athygli sem við fáum. En svona alvöru að þá myndi ég nú segja að það væri bara áframhaldandi stöðuleiki. Við erum auðvitað með lækkun tryggingagjalds í stjórnarsáttmálanum, hann ekki tímasettur en við erum í dag með í fjármálaáætlunni talað 2020 held ég, þannig að við hljótum þá að reyna að gera það fyrir, heldur en þar segir. En þá kemur auðvitað líka inn í bara vinnumarkaðurinn og svona hvernig þau mál þróast. Það þurfa allir að vera saman í þessu, sko. Það þurfa allir að vera ábyrgir og einhvern veginn að fara í sömu átt. Við tölum endurskoðun á þakinu á rannsókn og þróun, þeim kostnaði að afnema það og það hefur verið hækkað og það hefur skilað sér og við ætlum að reyna að fara við það og svo með það markmið að afnema það. Og þá einmitt eins og ég hjó eftir þarna, það eru þá þau verkefni og svona þessi rannsókn og þróun og kostnaður að við viljum að hann sé hér. Við viljum að fyrirtæki sjá ekki hag sinn í því í ómiklu mæli að vera að fara út með slík verkefni, heldur þau séu hérna því það hefur síðan áhrif langt út fyrir það. Þannig að þetta svona sem að mér dettur í hug sko. Þannig að maður kannski summarar upp stöðuleiki og svo væntanlega þessi gríðarleg markaðssetning sem framundan í formi HM og svo samheldni sem þú ert að kalla eftir. Ég hjó eftir þessu með rannsóknar og nýsköpunarstörfin og þá horfi ég á Nótt. Við erum með eitt glæsilegasta fyrirtæki í landsins, hvað var það svona þekkingasköpun, Marel, og sem hefur vaxið og með tæplega 6.000 starfsmenn víða heim. Og þá kannski hlýt ég að spyrja, hvað þarf til gagnvart þínu fyrirtæki Nótt til þess að næsta rannsóknar- og þróunareining verði byggð upp á Íslandi en ekki einhvers staðar annars staðar? Já, þetta er mjög góð spurning, en staðreyndin er hins vegar sú að við erum að veita mjög miklu fjármunum í þennan málaflokk heima og erlendis og við erum að fjárfesta sem nemur 6% af okkar tekjum í nýsköpun, rannsóknir og þróun, bæði hér heima og erlendis. Og ef við setjum það bara eins í samhengi með svona umfang fyrirtækisins og veltu þá eru það 7 milljarðar á ársgrundvelli núna, með að við stöðuna núna og ef við horfum að alþjóðageirann þar sem að tækifærin liggja og svona uppbygging hugvits og útflutningur innan alþjóðageirans, þá er sá geiri að setja cirka 25 milljarða í þannig málaflokk. Hérna heima á Íslandi starfa 130 starfsmenn við vöruþróun og þannig að þetta er mjög stór eining og framleiðslan sömuleiðis. Það eru rúmlega 220 starfsmenn sem starfa við aðfangastýringu, framleiðslu og samsetningu þeirra hátæknilausna og vara sem við erum að bjóða. Og ástæðan fyrir því einfaldlega svo að við erum með mjög mikla nálægð við markaðinn og starfið okkar í gegnum tíðina og rannsóknir og þróun hafa alltaf byggt á miklu samstarfi við markaðinn og hér er nálægðin við sjávarútveg mikil. Þannig að undanfarið höfum við verið að fjárfesta mjög mikið í innviðum hér heima fyrir þessar einingar og auðvitað erum við alltaf að leita að tækifærum í að bæta reksturinn en við sáum alveg fyrir okkur að hafa áfram mjög öfluga rannsóknar og þróunar stöðu hérna á Íslandi eins og er.
og ég náttúrulega afnám þaksins mun óneitanlega styrkja, má ég segja, samkeppnishæfi starfsstöðvarinnar hvað þetta varðar. Við horfum svona alþjóðlegu samhengi en það eru margir aðrir þættir líka sem að skipta máli þarna og þá dettur mér náttúrulega fyrst og fremst ofarlega í huga náttúrulega bara fólkið, hugvitið, að tryggja það að við séum með fólki sem þarf í þessi tæknistörf til framtíðar. Við samkvæmt bara svona þeim tölum sem eru í kollinum á mér að þá minnir mig að þetta séu 15.000 hátæknistörf sem þurfa að myndast næstu 13-14 árin. Þannig að mér líst vel á það í stjórnarsáttmálunum að það eigi að blása til stórsóknar í menntamálum og sérstaklega þá lítur að raungreinunum og tæknimenntun. Það er mjög mikilvægt og ekki síst heldur ef við horfum bara til menntunar og þess hóps. Þar myndi ég vilja líka sjá náttúrulega bara meiri fjölbreytni í flórunni og að raðast nú svolítið skemmtilega núna, konur og kallar á hinvengin. Ég myndi alveg vilja sjá fleiri konur náttúrulega líka þarna, af því að fjölbreytni leiðir af sér bara aukna dýnamík. Þannig að já. Svona án allar ábyrgðar, hvað myndirðu segja að þið séu að fara að búa til mörg ný störf á Íslandi ef okkur auðnast að taka þetta skref með sama hætti eins og við gerum í kvikmyndagerð? Eins og ég sagði áðan að þá kannski erfitt að spá fyrir hversu mörg störf myndu skapast við það en óneitanlega myndi það styrkja stöðu einingarinnar í alþjóðlegu samhengi. Og ef við horfum á svona framtíðar áform okkar vöxt að þá við höfum verið að vaxa 20% á milli ára undanfarin 10 ár. Við ætlum að halda áfram að vaxa. Það verður innri vöxtur og líka uppkaup á fyrirtækjum en þessi samtalsvöxtur það bil 12% á milli ára. En það er mjög erfitt að spá fyrir hvað nákvæmlega þessi breyting myndi fela í sér fyrir starfsstöðuna hérna heima. Því að eins og ég sagði áðan að þá byggir það líka á svo mörgum öðrum þáttum. Efnahagslegum stöðugleika náttúrulega og að við höfum þau svona grunnskilyrði sem við þurfum í rekstrarumhverfinu okkar. Við höfum fólkið og líka aðra þætti sem að skipta máli eins og bara launakostnaður. Nú hafa raunlaun hækkað mjög mikið fyrir þau fyrirtæki sem starfa þá á náttúrulega alþjóðamarkaði. Ef við horfum bara ár aftur í tíman þá voru raunlaun að hækka, þá tekið tillit til bæði nafnlaunahækkanar og gengisþróunar 22% og þetta er óbúslega tölur, það er erfitt að starfa í svoleiðis umhverfi til lengri tíma. Þannig að það er margt sem spilar inn í. Stöðugleiki. Og þá horfum við til þess að við erum með mann sem er þriðja kynslóð af fyrirtæki, það er Axis, sem var stofnað 1935, það er þriðja kynslóðin sem er að reka það í dag, þannig að þið hafi nú sopið saltan sjó í gegnum tíðina og þá kemur upp orðið stöðuleiki þegar maður horfir á íslenskt efnahagslíf og einmitt það sem maður nótt var að segja rétt á að maður er launaþróun. Hvernig hvaða reynslu getur þú deilt með okkur með okkur öllum í þessum ágæta sal sem að við getum raun og veru nota okkur sem veganesti inn í þá framtíð sem við getum sagt nokkuð nálæg? Ég myndi kannski taka undir það sem hefur komið fram áður að kannski eitt helsta vandamál í þessu framleiðslu greinum er óstöðugleiki. Það hafa komið inn á launakostnað, það hafa komið inn á gengissveiflur og ég hafði svolítið gaman að því að Goddi kom inn á það að áðan í sínu erindi að það væri bara ein gerð af stjórnun á Íslandi og það væri krísustjórnun. Það helgast kannski svolítið af þessu umhverfi sem við erum að glíma við frá degi til dags, að það er síbreytilegt. Og okkar fyrirtæki stundaði útflutning tæplega áratug og þessi krísustjórnun, hún virkar ekki í útflutningi. Útflutningur kallar á mikinn undirbúning, hann kallar á stöðuleika og þú þarft að geta sagt hvað þín vara kostar á næsta ári. En þessi þættir er ákaflega erfiðir og ég myndi segja það að stöðuleiki og þannig að áætlanagerð gæti virkað til lengri tíma litið
og það sem okkur vantar í okkar rekstrar umhverfi. Ég sá að Finnur kinkaði kolli og það er nú þannig að þegar maður að ferðast í Skandinavíu þá er ekki þverfóta fyrir íslensku súkkulaði og lakkrís í flestum búðum og með það að okkur nú að fjölga í þessum heimi þá býst ég nú við og líka þegar við erum ná gríðarlega flottum árangri í markaðssetningu á þessari vöru og þá kannski hlýti ég að spyrja miðað við aukna eftirspurn og framleiðslugetu hér heima hvað þarf til þess að þú raun og veru sért ekki að byggja upp aukna framleiðslugetu erlendis til þess að mæta þeirri eftirspurn sem er klárlega fyrir hendi? Ég hef í rauninni ekki svo miklar áhyggjur af framleiðslugetunni. Hún talsverð og hún umfram það sem við erum að framleiða í dag. Þannig að þó að eftirspurnin myndi aukast á Norðurlöndunum segjum, þá ættum við að geta tekið eða brugðist við því tiltölulega skjótt. Og ef hún eykst þá bara grípum við til þeirra ráðstöfun sem þarf til að anna henni. En ég hef sem sé meiri áhyggjur af því og ég tek undir það sem hefur komið fram hér að sem sé það var fyrir nokkrum árum sem við tókum þá ákvörðun og mörgum skýra stefnu það að við vildum flytja út og líka vegna þess að þar með erum við að styrkja okkar stöðu á heimamarkaði. En það var dálítið annað ástand hér fyrir nokkrum árum. Ég að tala svona upp úr hruni þá var sem sé lækkaði gengið verulega eins og við vitum og gerði útflutningsmöguleikana miklu raunhæfari heldur en ella. Það sem hefur gerst síðan að náttúrulega gengið hefur styrkst og ekki bara það heldur hefur launakostnaður aukist gríðarlega. Allt þetta að setja svona okkar plön svona í nýtt ljós og eitthvað sem við þurfum að bregðast við og auðvitað kemur það til greina mögulega að hreinlega að flytja framleiðslu að hluta til eða hvernig sem það verður út þar sem að skilyrðin eru betri en ég bind nú vona við það að ný ríkisstjórn hún svona reyni að sitt besta til þess að skapa hér stöðugri skilyrði. Það að tala gengi, tala verðlag og það þarf að ná þannig lausn í launamálum að laun fylgi framleiðinni meira heldur en verið hefur. Og þá kannski á þeirri nótu að því nú horfum við á hana Aðalheiði sem óhætt að fullyrða að sé ástríðufullur eigandi af einu best þekkta kaffivörumerki á Íslandi í dag og ég man nú sjálfur mjög vel eftir því þegar ég var að vinna á laginum í Hagkaup þegar hún var sjálf að koma með vörunar, hún var að brenna bönurnar sjálf og hún var að pakka sjálf og hún var að keyra þess út sjálf og síðan ertu hér eigandi mjög farsæls fyrirtæki í dag. Hvaða svona ráð áttu fyrir okkur sem erum kannski að íhuga það að annarkvort að auka framleiðslu eða stofna framleiðslu fyrirtæki á Íslandi í dag? Svona út frá þinni reynslu, krísustjórnin málið? Já, ég held að það sé voða gott að vera sveigjanlegur alltaf, en ég held að sé kannski bara númer 1, bara alveg að það það að maður sé að gera eitthvað sem maður hefur gaman af, eitthvað sem að, sko, ef mann hefur gaman af, eins og við sáum hérna í myndbandinu, þú veist, það sem fólk að gera, það eitthvað sem það brennur fyrir. Og ég held að það sé einhvern veginn að þegar þá finnur einhverja leiðir. Og alveg eins og hefur komið fram hér í morgun að okkar tækifæri eru sem sagt að reyna að finna eitthvað sem að stóru fyrirtækin get ekki keppt við. Sveigjanleika, einhvers konar ný nálgun, finna út og þetta sko nála við markaðinn eins og þú veist að segja að þú veist sjávarútvegurinn hérna og það er svo stutta boðleiðir, þú veist, það þekkjast allir og maður getur alltaf fengið upplýsingar og ég held að þetta sé sko, ég var að setja upp stóran blómavegg í Perlunni fyrir mánuði síðan
og það var eitthvað erlend fyrirtæki sem hannaði vegginn og svo kom bara íslenskir aðilar að setja upp búnaðinn og smiður og rafvirkjar og píparar. Og þessi erlendi aðili sem búin að gera þetta í 30 ára, hann sagðist bara ekki hafa unnið með svona flottum fagmönnum. Og þetta var flóknasti veggur sem hann hefði gert og það var aldrei neitt mál. Og svo bara, heyrðu, ég veit hann Siggi, hann getur leyst þetta. Og svona var einhvern veginn allt og ég held að það er sko mikil styrkleikar í þessu. Og við mögum ekki gleyma því hvað þetta er verðmætt. Þannig að því leytinu til er gott að vera á Íslandi. Og ég sagði alltaf þegar ég var að byrja og var í Keflavík, það er svo gott að ég þekki strákana sko skipaðakurslunni af því þá var náttúrulega ekki komin tölvur og maður leysa út kaffi. Bara, þú veist, mér vantar kaffið núna af því það var svo mikið vöxtur og ég var alltaf einhvern veginn, hafði ekki undan. Ég bara geti gert tollskýrsluna og komið með hana til hérna morgun. Og það var bara ekkert mál. Og þetta hefði náttúrulega ekki verið hægt í Reykjavík. En núna er þetta náttúrulega allt rafrænt og núna þarf maður ekki svona lausnir. En og það er þetta sem ég held að sé að við á Íslandi höfum. En fyrir þá sem er að vilja hugsanlega fara út í framleiðslu, bara ef þú brennir fyrir því, go for it. Af því það er bara svo skemmtilegt. Alveg svo Guðrún sagði hérna áðan, það er svo gaman að sjá eitthvað, að mann hefur tekið þátt í að skapa eitthvað. Stuttabóðlegir, sveigjanleiki og svo nefndi Goddur krísustjórnun. Er þetta kannski vörumerki sem við höfum að kannski án alls gríns, ég meina, er kannski allt í lagi að vera bara auðmjúkur gagnvart því að krísustjórnun er kannski bara ákveðin hæfileiki? Er það að þetta reddast? Er það krísustjórnun? Já, maður veit það ekki, en maður bara veltir í fyrir sér hvort að þetta sé eitthvað, sko, munum við höndla stöðuleika, Þórdís? Ég ætla nú rétt að vona það. Að það verði ekki sjálfstætt vandamál sem við kunnum ekki að taka á. Jú, maður auðvitað bara bjartsýnn að eðlisfari og auðvitað vona maður það að við séum að læra og það er stundur svolítið frústrerandi að líta tilbaka og sjá sögun einhvern veginn endurtaka sig aftur og aftur og aftur þegar að við vitum það bil hvað þarf að gera til þess að viðhalda stöðuleika. Og maður ætti bara að finna sér eitthvað annað að gera, maður hefði ekki trúað því að við okkur tækist það í þetta sinn. Við erum með, eins og ég segi, við vitum hver verkefni eru framundan og öll ytri skilir eru með okkur. Þannig að manni finnst einhvern veginn, þú veist, ef það gengur ekki, og þá er það einhvern veginn okkur sjálfum að kenna. Þannig að, og ég held að það haldist líki hendu það bara að fara að læra það eins að horfa svona til lengri tíma, gera lengri plön og maður finnur alveg, við þurfum kannski öll svolítið að læra það en maður finnur líka alveg að fyrirtæki kalla mikið eftir og þá þurfum auðvitað stjórnmálin og stjórnsýslan og þetta þarf allt einhvern veginn að tala svolítið saman. En ég hef ekki trú öðru en að það muni ganga og eins og ég segi, það er bara undir okkur sjálfum komið sko og þetta er alltaf samvinna. Það er aldrei, þú getur ekki verið með mjög vel fungerandi atvinnulíf ef að hitt virkar ekki og sama á við ef það er öfugt sko. Þannig að, og mér finnst við vera með þetta núna í höndunum á okkur og við fáum aldrei allt en við vitum alveg hvaða styrkleika við erum með og þá þurfum við að vinna með þá og svo vitum við hverju eru okkar veikleikar og þá þarf einhvern veginn að vinna með þá sömu leiðis en eins og ég segi það er ekkert land sem er með allt. Þú getur ekki bæði verið með sko ótrúlega háan til dæmis bara standard eins og við erum með hér bara í lífsgæðum, í launum, í öllu saman og samt fjöldaframleitt ódýra vöru. Við gerum það ekki og þá vitum við það. Hvort sem það er í sko matarframleiðslu, sko fiskeldi eða súkkulaði eða húsgögnum eða hvað. Við erum aldrei að fara þjónusta allan Asíumarkað en við getum samt unnið þannig að við séum að sko fá aukin verðmæti úr því sem við gerum og þá keppum við þá frekar á gæðum og við séum með öll svona okkar mál einhvern veginn í lagi. Það er það sem að, það er partur líka af okkar ímynd held ég sem bara lands og þjóðar sko. Hún nefndir að sagan endurtekur sig. Já. Og þá komum við kannski að því að hæfileikin að læra er eitthvað sem að skiptir verulega miklu máli og að koma inn á það hérna bara að við virðumst vera
mjög góð í því að framkvæma það sem þarf að gera þegar við stöndum frammi fyrir áskoruninni. En Eyjólfur, ef við horfum til þeirra löngu sögu sem í þínu fyrirtæki, er einhver skortur, ef við hugsum sem áskorun fyrir okkur Íslendinga, er einhver skortur og auðmýkt gagnvart sögunni þannig að við getum lært af henni? Já, ég kann kannski ekki alveg að dæmi það, en ég held hins vegar að, eins og Þórdís kom inn á, að þetta eru sveiflur. Við erum alltaf að upplifa sömu hlutina aftur og aftur. Við förum í blússandi góðæri og ríkir oft á inngjöfinni á þeim tíma þegar síst skildi, og svo förum við í niðursveiflu og þá dregur ríkið úr sínum framkvæmdum og útgjöldum sem ætti í raun og veru auðvitað að vera öfugt, og við vitum það vel. En þetta einhvern veginn, þetta landslag sem við höfum upplifað trekk í trekk, og ég held raunverulega að ríkið þurfi þarna að koma með gott fordæmi í varðandi þessa hagstjórn og reyna að draga úr þessum sveiflum, af því að ég held að séum flest sammála það að við óskum, góðæri er ekkert, menn eru stundum óska manni til hamingju með að vera staddur í miðju góðæri, en ég lít svo á að stöðuleiki væri miklu ákjósanlegri heldur en þessar uppsveiflur sem við erum að upplifa hvað eftir annað. Það er svona eins og þið séu pínlítið að lýsa sögutræðinum myndinni Groundhog Day. Við raun og veru erum, það er greinilega verið að prófa okkur Íslendinga og við okkur hefur ekki tekist á að svona brjótast út af þeim álöfum sem við erum vantilega að fá föst í. Má ég skjóta inn einu? Já. Af því að nefna þetta, mann finnst í mínum huga eru þessi svona vinnumarkaðsmál núna það sem að getur, ef okkur tekst vel til, þá getum við viðhaldið stöðuleika. Ef okkur tekst mjög illa til, þá held ég að það geti farið frekar illa. Og svo erum við með að vinna því að stofna þennan stöðuleika sjóð sem að mér finnst nú vera bæði til marks það við séum að læra og mér finnst að vera til marks það við séum að hugsa til lengri tíma, og akkúrat þetta að auðvitað er það þannig, við erum bara svolítið komin í vítahring. Ríkisvaldið var sjálft að spýta inn þegar síst skildi fyrir hrun, og svo verður hrun og það þarf að skera allt niður þegar það átti kannski einmitt að vera spýta inn. Og svo núna kemur svona fjárfestingargat, því við erum að reyna að laga til og greiða upp skuldur og allt þetta. Og núna er komin krafan, af því það vantar einhvern veginn alls staðar, þrátt fyrir 10 milljarða á síðustu árum í kerfin okkar, að þá vantar vegi og það vantar í háskólana og það vantar út um allt. Að við séum þá samt að gera það, við gerum ekki allt í einu, við gerum það með ábyrgum hætti. Og við séum þá líka til að byrja á því með orkuauðlindirnar að setja inn arðgreiðslur þangað og svo vonandi eitthvað umfram það. Og þá er það hugsað að stærsti hlutinn sé bara lagður til hliðar, þannig að það sé hægt að nota það þegar að á þarf að halda. Og svo séum með hluta sem það annars vegar nýttur í hugmyndir núna, er þetta með að byggja upp hjúkrunarrými annars vegar, og svo í nýsköpunina hins vegar, að það geti farið það fjármuni okkur einasta ári sem aukin þá innspýting inn í bara þessi nýju störf sem að verða til, sem að stjórnmálmenn hafa ekki hugmynd hver verða heldur eru þarna úti. Þannig að mér finnst það er einhverju vísar að því að við séum að læra. En hvað er það sem við þurfum að hafa þá ef við hugsum það að við erum búin að vera í þessari endalausu hringrás og þar af leiðandi þýðir það væntanlega það að við kannski kunnum ekki alveg að höndla stöðuleika til lengri tíma. Hvaða til dæmis hæfileika ert þú þá að horfa til þegar þú kemur að því að ráða fólk til þín til þess að geta einmitt unnið í slíku umhverfi? Já. Ég held að náttúrulega fjórða iðnbyltingin felur í sér mjög mikla breytingar fyrir bara samfélag og einstaklinga, og allt annar er kannski nálgun, og þá sérstaklega við hugsaum bara hvað skiptir máli þegar við förum í gegnum menntun. Og mér líst rosalega vel á náttúrulega í sáttmálanum að það er fjallað að fara í náttúrulega móta nýsköpunarstefnu til lengri tíma og tengja hana við menntamálin, allt frá leikskóla upp í háskóla, því að þetta þarf að gerast þannig. Og ef við ætlum að byggja upp landið og skapa meiri stöðuleika, þá þurfum við að efla hugvitið og þekkingariðnaðinn og styrkja þann hluta. Kemur mjög skýrt fram í eins og með McKinsey-skýrslunni 2012 og samráðsvettvangur náttúrulega aukna hagsæld hefur náttúrulega líka verið að fjalla þennan hluta. Á Íslandi er staðreyndin sú að við sem erum með verkfræðinga, við erum með iðnmenntað fólk, við erum með náttúrulega fólk úr fleiri raungreinum, er að það eru miklu færri að fara í þetta nám á Íslandi heldur en til dæmis í grannþjóðum okkar, heldur sé þriðjungi færri
í graðþjónum, þannig að þriðjungi fleiri á Íslandi sem fara í til dæmis lögfræði, viðskiptafræði, félagsvísindi og slíkt. Og ef við horfum til iðnmenntuna líka þá eru mun færri, það eiginlega bara sló mig að sjá þarna niðurstöður frá félagsvísindadeild háskólans að það var árgangur 1975 hversu stórt hlutfall útskrifaðist með próf í innnámi og það eru 6% sem útskrifast á meðan að grannríkin eru sumhver að fara upp undir 50%. Og auðvitað hérna þarf þessi mynd að breytast. Þannig að ég bind bara ofboðslega miklar vonir við þennan hluta í sáttmálanum og okkur takist vel til. Og auðvitað er þetta samstarfsverkefni þá, náttúrulega atvinnulífsins, hins opinbera og þeirra sem að koma að. Þannig í raun og veru að tala um það að fjölbreytileiki skapar ákveðið jafnvægi og þá horfum við einmitt til þín aðalheiður því að eitt af 4 gildum Kaffitárs er fjölmenning. Þurfum við aðstoð til þess að láta þetta ganga upp og þurfum við þá raun og veru að taka á móti þeim kostum og göllum sem að fjölmenning hefur í för með sér til þess að láta þetta ganga upp? Já, ég held að við værum betra samfélag ef við hefðum meiri fjölbreytni og fleira fólk annars staðar frá. Og það bara sýna það allar rannsóknir að nýbúar, þær bara búa til betra líf, betri samfélag. Og að því við höfum líka svo margt að bjóða sem að en við getum líka þegið eitthvað annað og ég held að það sé og kannski svolítið tengt þessu sem ég sagði áðan að þessu stutta boðleiðir, við getum svo vel tekið á móti fólki og ég held að svo mörg fyrirtæki hafa einmitt gert það sem eru með hátt hlutfall erlendra starfsmanna og þeir búa til, þú veist, Íslandi er svo gott land, það er svo gott fólk sem býr hérna að, þú veist, að taka á móti fólki, mér finnst þetta bara einhvern veginn að við myndum græða því og aðri líka og ég held að núna þegar að við, til dæmis í gær þá var ég að tala við ungan dreng sem vinnur hjá okkur, hann er barþjónn frá Eistlandi og ég sagði, akkur komstu til Íslands? Og hann sagði, það er bara því að ég er ætla að byggja, ég ætla að fara út í ferðaþjónustu á Zanzibar og mér vantaði peninga og ég vildi ekki taka lán, ég vildi bara afla þeirra sjálfur. Og Ísland var bara frábært land til að koma og bara þéna fullt af peningum. Og þetta var náttúrulega ungur drengur, vann í 2 vinnum, vann á kvöldin og hann sagði, og ég sagði, og getur það? Og þú er svo dýrt að lifa á Íslandi og svo hár húsnæðiskostnaðurinn og allt þetta. Já, ég bara ekki trúaði hvað ég get safna miklu. Og þetta er fær barþjónn búin að vinna út um allan heim og fyrir okkur bara frábært að fá svona strák í vinnu. Og þannig að þarna var, þú veist, akkurat þetta vinn-vinn fyrir báða aðila. Og ég held að, og talandi um að okkur vanti svo mikið tæknimennta fólk og iðnmennta fólk, við eigum að vera miklu opnari og hleypa fólki inn í landið. Og vera ekki með allar þessar hömlur alls konar leyfi og ég held að við séum einhvern veginn að því fréttirnar sem við fáum, þar eru alltaf svo neikvæðar allt mögulegt. Fréttaflutningur almennt er ekki hvernig heimurinn er. En það sem þú varst kannski að lýsa eins og samtalið við þennan unga mann, það sem ég heyrði var það að hann var ekki bara að fá verðmæti frá ykkur heldur, hann var einnig að skapa verðmæti fyrir ykkur. Já, alveg tímalaust. Og þegar maður horfir til dæmis til Nóa Sirius sem er svona nokkuð vel staðsett íslenskt vörumerki og þeir eru greinilega með, og þeir eru klárlega með ákveðin fjölbreytileika í ykkar starfsmannahóp. Hvort myndur þú segja að vera, þú veist, hvað ég segja,
Hvert framlag hópsins þegar hann svona fjölbreyttur þegar kemur einmitt að vöruþróun og nýsköpun? Myndirðu segja að það væri betra eða verra með því að hafa fjölbreyttan hóp eins og þið eru með? Það rétt hjá þér. Við erum með mjög fjölbreyttan hóp og frá mjög mörgum löndum og raun og veru maður hættur að líta á þetta fólk sem þetta bara hluti af okkar starfsliði sem búið að vinna í mörg áratugum saman jafnvel. Þannig að þetta að ganga virkilega vel. Þetta afskaplega duglegt og gefandi fólk og það njóta allir góðs af því að líka kynnast ólíkum menningarheimum. Varðandi nýsköpun, ég held að það sé nú kannski ekki beinlínis hægt að sækja eitthvað þaðan eða úr þeim hópi í það sem við erum að gera í nýsköpun. Við erum auðvitað í nýsköpun að leita einhverju sem sérstakt og kannski dálítið íslenskt og við höfum verið að skilgreina okkar sérstöðu, til dæmis varðandi útflutning og þá höfum við staðnæst einmitt við lakkers- og súkkulaði samsetninguna sem klárlega íslenskt að uppruna til og hefum sem sé verið að vinna með það að útbúa alls konar útgáfur af þessari samsetningu og fórum að stað fyrir þó nokkrum árum með þá hugmynd. Það hefur gengið á ýmsu, við höfum lært ýmislegt á þessari vegferð. Við höfum meðal annars lært það að Danir vitum það að þeir eru mjög sniðugir og að þeim tókst að nýta þessa grunnhugmynd sem kemur héðan og búa til vöru sem virkilega að slá í gegn og sem þið kannski þekkið. Þetta undir nafninu Johann von Bülow og þá sér maður það að það svo margt sem skiptir máli. Það er náttúrulega formið og það eru umbúðir og það er ýmislegt sem við náttúrulega bara erum að læra, þurfum að læra af. Og að ganga ágætlega núna og við erum að ná töluverðum árangur í þessu en þetta er lærdómur sem við höfum dregið af þessari nýsköpunar viðleitni okkar. Myndirðu segja að hvernig myndu umbúðir til dæmis Opal líta út ef þau verið framleiddir í Danmörku? Ég sem nú bara halda okkur við þessa gömlu þvottahugmynd sem var það ekki sem hann nefndi hann Goddur. Þetta er mjög sterkt útlit eins og við vitum og held ég ætti vel að geta náð árangri annars staðar. Nú, Jens kom inn á það að í Danmörku er það bara viðurkennt sem bara ákveðin stefna að það á ekki að vera að keppa á lágvörumarkaði. Og þegar maður horfir í húsgagnaiðnaðinn sem hefur nú gengið í gegnum ýmsar umbreytingar og til dæmis eins og í kringum 1970 þegar við gengum í EFTA, þá nánast þurrkaðist hann út. Hvað gerði það að verkum að Axis lifði það af að fara í gegnum þessar breytingar? Var það vegna þess að þið voru að keppa á lágvörumarkaði eða gerðu þið eitthvað annað? Það má eiginlega segja að þetta tímabil hafi verið ein mesta áskorunin í rekstri þessa meira en 80 ára gamla fyrirtækis. Vegna þess að þarna þurfti algjörlega að skipta gír. Vegna þess að fram að því höfðu tollar gert það verkum að það var ekki verið að keppa við innflutning, ekki minnst kosti á þeim grundvelli sem í dag. Og það sem var gert í okkar fyrirtæki að það var bara, við byggðum nýja verksmiðju og ákvaðum að keppa bara fara fjöldaframleiða og keppa bara á því leveli eða því stígi sem erlendir aðilar voru að gera og menn fóru til útlanda til að kynna sig hvernig menn voru að gera hlutina og það gekk vel. Sú fjárfesting hún hefur skilað sér í því að fyrirtækið ennþá á lífi.
En að þú komst inn á það sem Jens var að segja að þá langar maður aðeins að minnast á að ég var svolítið hugsið vegna þess að þetta voru mjög góði fyrirlestra hérna og hann talaði að við erum ekki að keppa á verðum en á Íslandi í raun og veru því að við höfum stundar útflutning ákveðið tímabil þar vorum við að markaðssetja okkar vöru sem dýrari vöru, sem gæðavöru og sem svolítið sérstaka vöru og þetta var meira að segja áður heldur en að Ísland datt í tísku og það gekk mjög vel, mennum fannst mjög sérstakt að kaupa húsgögn frá Íslandi og voru tilbúin að borga fyrir það. En á Íslandi er þetta svolítið þannig að við erum að keppa meira í verðum heldur en og erum jafnvel að keppa á móti innfluttum vörum sem eru lægri í gæðum samt sem áður í verðum og þetta danska viðhorfa að Danir vilja velja danskt, ég upplifi það ekki neitt sérstaklega sterkt á Íslandi, menn eru frekar svona, henni finnst svolítið fínt að kaupa útlenskt, jafnvel danskt og þess vegna finnst mér minnast á það því að hann kom inn á það að það er núna átak í gangi að hefjast og Bessastaðir ætla að kynna til sögunar íslenskar vörur og ég vil eiginlega þakka fyrir þetta framtak. Mér líst ákaflega vel á þetta og þetta byrjar nefnilega efst, þetta byrjar á toppnum, þetta hugafar, íslenskt er gott og það er hagsmunir okkar allra við versla sem mest af íslensku vörum og þannig að ég held að þetta sé fyrsta skrefið í ákveðinni hugafarsbreytingu. Mér langar líka að nefna kannski í þessu samhengi að því að ég alveg talar viðhorf viðhorf náttúrulega líka okkar í hvað varðar bara fólki okkar, það er líka svolítið að breytast, það er að segja að við tala svolítið erlenda vinnuaflið og þú veist að það sé náttúrulega skemmtilegt að fá einn fjölbreytni en ég held að við getum alveg líka sem samfélag kannski breytt viðhorfum okkar bara gagnvart eins og námi og ég er mjög stolt af öllum starfsmannahópnum í Garðabænum hver svo sem að menntunin eða bakgrunnurinn það skiptir ekki máli, þetta er allt sami hópurinn og hver hlekkur mikilvægur þáttur í keðjunni allri og ég held við ættum að svona vinna markvisst að því að breyta viðhorfi samfélagsins gagnvart eins og iðnnámi og gera þetta bara mun meira aðlaðandi kosti fyrir þá hópa sem að fara út núna, að fara að velja sér starfsvettvang til framtíðar. Já, ég held að þetta sé alveg rétt. Ég nokkru sem hugsaði bara síðustu ár, ef ég væri unglingur í dag, ég myndi fara í iðnnám. Óháð því hvað ég ætla að verða þegar ég var stór. Ég fór í lögfræði og ég hafði ekki hugmynd hvað ég ætla að verða þegar ég er stór, sko. Í dag myndi ég, fara í iðnnám og svo bara vinna við það eða eitthvað allt annað eða eitthvað. Mann finnst það einhvern veginn og ég held að þetta er alltaf svona, það er svona menn slá sig, sko, á fínum dögum og segja, já, við þurfum að setja meiri fókus á iðnnámið og eitthvað, svo einhvern veginn gerist kannski ekki alveg nægilega mikið. Við erum auðvitað núna, ég vonast til þess að sjá aftur frumvarp breytingar á LÍN, það sem verður þá lánshæft allavega að fara í iðnnám og ég held að sko alveg rétt að stjórnmálin þurfa að setja kannski eitthvað fókus á þetta og fyrirtæki líka en sko bara mömmur og pappar, ég held að það sé langstærsta atriði í þessu. Viðhorf gagnvart iðnnámi er bara ótrúlega sérstakt og það er allt ríkjandi að það sé einhvern veginn sko svona fyrst komið A og svo er iðnnám B sem er bara alveg galið. Og ég held að þetta sé það sem við þurfum að, ef að bara fjölskyldur og foreldrar myndi laga þetta, þá held ég ótrúlega margt myndi Við þurfum að vinna í mömmunum. Mjög, ég vildi bara nefna pappana með, mér langaði helst að segja mömmur, en ég er að reyna að vera... En Essi lét gera könnun einhver tíma fyrir nokkrum mánuðum síðan og þá var það akkurat mæður sem hefði mesta áhrif á skólaval barna sinna. Ég ímyndaði tækifærin ef maður hefði sko, þú ert að sleppa hérna við nokkur ár í skóla og námslánum og fer fyrir út á vinnumarkaðin, miklu auðveldara að vinna fyrir sjálfan sig og bara öll þessi tækifæri. Þú veist, svo ertu getur sett menntun ofan á þetta og ert komin í bara bullandi nýsköpun og eitthvað svona frumkvöðlastarfsemi og þú veist, mér finnst það bara... En þessu tengdu, ég held að við getum ekki alveg bara krækt þessar mömmurnar en ég held að líka bara, þú veist, hvatar í menntakerfinu, aukin gæði í kennslunni, hvað varðar þetta, þennan þátt sérstaklega, myndi hjálpa okkur. Mér finnst áhugavert að heyra Gústaf tala sko, að það væri allir að koma úr sama ranni svolítið til þeirra. Ég hafði einhvern veginn ekki... Það þurfum svolítið að vinna því að vera danskur lögfræðingur er kannski ekki alveg málið á Íslandi. Að þú veist að það sé raun og veru, það er miklu meira á.
En það líka það þannig að hérna svona bara ákveðin svona fræðslupunktur fyrir okkur öll að við skoðum launakannanir. Að þá það þannig að þeir sem farið innám eru klárlega komnir mjög margir hverjir á miklu betri laun heldur viðskiptamenntaðir einstaklingar á Íslandi. Og ekki með námslán á bakinu. Og ekki með námslán. Og svo líka svolítið merkilegt sem kom nú upp þegar einhvern tímann ég var að ræða við Guðrúnu við góðan kaffibolla, það alveg ótrúlega margir æðstu stjórnendur í íslensku atvinnulífi sem hafa hvoru tveggja. Því að það kannski eitt sem við getum sagt, það kannski styrkleiki hjá okkur að skólakerfið okkar býður upp á að fara bæði í iðnnám og stúdent. Við þurfum ekki að velja. Við getum gert bæði. Maður hefur líka séð eins og frumkvölar, ég les líka bara erlendis frá sko, og hérna heima, það eru frumkvölar sem oft vilja frekar fá til sín starfsfólk sem ekki bara kunna hanna hlutin, heldur kunna líka búa á til. Og þess vegna finnst manni svo, og maður ímyndar sér bara sjálfur ef maður væri að reyna að laða til sín sko hæft fólk, að þú sért bæði með þetta í puttunum og getur síðan einhvern veginn sérst með einhverja, það svo mikið í því með því fengið sko. Myndist þið á þetta sko hvað gæðum eða hverju maður að leita eftir fólki og hugsa skapandi hugsun, að þá það einmitt að geta náð utanum svona kannski marga ólíka þræði og fangað og komið þeim heim og saman og þess vegna einmitt þeir aðeinslega svona oft kannski sem eru mjög svona sterkir að hafa kannski þessa svona hæfni til þess að fara á milli sviða. Alveg klárlega. Nú, tíminn eiginlega næstu því á þróttum og ég vil gefa þér tækifæri Þórdís til þess að koma með kannski smá ábendingu til okkar vegna þess að við segja öll góð sambönd byggjast upp á því að við erum að gefa eitthvað af okkur í allar áttir. Hvað þarft þú frá okkur í atvinnulífinu, okkur sem erum að stýra framleiðslufyrirtækjum á Íslandi, hvað þarft þú frá okkur til þess að við getum sagt auka líkunar eins mikið og mögulegt að búa til það stöðuleika sem að þú raun og veru sér fyrir þér? Já, ég að reyna að tala ekki sjálf mig niður en samt vil ég ekki líta óstórt á mig að það sé einhvern veginn ég veit ekki alveg hvernig ég á svara þessa spurningu. Ég held að það sem að stjórnmálin, svona stjórnvöld, ríkisvaldi og svona okkar hlutverk spilar vel saman með atvinnulífi og þessum geira myndi ég nú svona bara segja að væri held ég almennt þessi hérna svona við reynum að huga meira á svona sjálfbærni, gæðum, ábyrgum svona vinnuháttum að við séum öll einhvern veginn svolítið bara að vanda okkur og gera kröfur og ég held að þær kröfur geti líka sko að því vorum að tala áðan erlend vinnuafl og svona ég held að sé stundum vanmetið þessi svona erlenda fjárfesting sem fæst í sko ekki fjármunum að utan heldur bara fólki að utan sem kemur inn í íslensk fyrirtæki með þá þekkingu sem það er með, alveg allan stigan sko. Og hérna ég held að það sé mikil tækifæri í bara umhverfismálum í mjög víðu samhengi, hvort sem það er fyrir rótgróin hérna svona iðnfyrirtæki og allt þar á milli. Þannig að hérna og svo aftur bara þetta með að við keppum ekki í verði heldur gæðum og að fyrirtækin huga því og stjórnvöld þurfa þá líka að huga því sömuleiðis og það sé eitthvað jafnvægi í því að við gerum sko kröfur en sömuleiðis að við séum ekki að kaffæra einhvern veginn fyrirtækjum hvort sem það er í sköttum eða hverju öðru sem kann að leiða til einhver svona óstöðuleika og svona þannig að þetta mér finnst einhvern veginn hlutverk stjórnmálmanns vera alltaf bara hvað þetta hangir allt saman sko. Þetta er aldrei einhvern veginn einhver eitt sem að gerir eitthvað heldur þurft alltaf þetta er alltaf einhver samvinna til þess að gera hérna, samfélag okkar betra sko. Svona samvinna og metnaður og líka ákveðin auðmýkt. Já. Herru, þá erum við búin á tíma. Ég vil þakka ykkur kærlega fyrir öll sem mættu hérna í dag og ég vil þakka ykkur sérstaklega fyrir sem komið í pallborði og líka alla hérna, sem voru með erindi. Nú, í sjálfu sér kannski ekki miklu við að bæta hér í dag og ég segi bara eigið góðan dag og aftur til hamingju með það að hér hafi verið haldið fyrsta framleiðsluþing árið 2018. Takk fyrir.